Komið sæl og verið hjartalega velkomin í fréttir vikunar með Snorra Mássyni ritstjóra þann 4. október 2024. Vikulegu fréttaþáttur eða viðtalsþáttur eftir því hvernig á það litið með einföld grunngildi, ást og ættjörðu, ást á sannleika. Í dag þá erum við með, ekkert smá viðtal á dagskrá, klassískt viðtal við engan annan en Heiðar Guðjónsson fjárfesti. Þetta viðtal tók ég við Heiðar ásamt bróður mínum Bergþóri Mássyni í júlí 2023 og þetta var mjög gott viðtal og vakti viðbrögð á sínum tíma en var á sínum tíma innan áskriftarvefs okkar bræðra í Patreon, í skoðanabræðrum en er nú gefið ykkur hlustendum mínum að endurgjaldslausu á þessum fallega föstudegi enda telji að þetta viðtal eigi erindi við hlustendur og lesendur. Við erum að ræða þessi mál sem brenna á okkur. Við erum að ræða bjartsýni, við erum að ræða fjárfestingar, við erum að ræða auðlindir Heiðar í Grænlandi, við erum að ræða þjóðerni, þau ummæli vöktu einhverja athygli á sínum tíma og urðu að einhverju blaðamáli. Við erum að ræða framtíðina, við erum að ræða listirnar, við erum að ræða Peter Thiel fjárfesti sem Heiðar hafði nokkur kynni af. Við erum að ræða allt á milli himins og jarðar við Heiðar Guðjónsson í þessu viðtali. Ég nefni það iðulega hér í upphafi hvers þáttar að viðtal vikunar og fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Happy Hydrate. Þið vantar sölt og þið vantar steinefni. Með einni lítilli stiku, með góða ávaxtabræði, smellir þið í vatn, klaka, hristir, þá færðu þau sölt og steinefni sem þú þarft inn í daginn og getur verið vissum að það sé ekki ástæðan fyrir þá sért kannski þreyttur, að það sé ekki skortur á þessum mikilvægu efnum. Gæti mögulega verið. Annað fyrirtæki er Myntkaup. Myntkaup er, sá staður sem ég mæli með að leita til ef þú hefur áhuga á rafmyntum. Örugga og einfalda leiðin fyrir Íslendinga til þess að kaupa rafmyntir. Þetta er raunverulega hún. Einfalt app, samþætta fjármálaeftirlitinu, bókstaflega þú vilt skoða hann reiknaflokk sem virðist vera einhver gangur í mynd núna, þá myndi ég leita til Myntkaupa. Það geri ég sjálfur. Við erum konur í loftið með engum öðrum en Heiðari Guðjónssoni. Vertu velkomin. Já, takk. Bræður. Hlaðvarp í skoðanabræða. Hlaðvarp, við tölum mikið sjálfbærni og jafnréttismál. Þar er ég á heimavelli. Við erum að berjast fyrir alls konar málefnum. Heiðar, hvað Grænlandi? Varstu komin frá Grænlandi? Já. Hvað varstu að gera? Ég var að skoða námur á Suður Grænlandi og námu möguleika. Okay. Og Suður Grænlandi er ógnarstórt og fátt fólk en fullt af aðgengilegu jarðefnum sem eru nauðsynleg upp á orkuskipti, nauðsynleg upp á bara nútíma lifnaðarhætti. Þarna er til að mynda þessi sjaldgæfu jarðmálmar, rare earth elements, sem í dag 97% af frambúðinu kemur innan úr Kína. Já. Kína hefur verið að gera sér leika því að skrúa fyrir frambúðið. Eins og þau vilja bara. Já, þannig að tæknifyrirtæki í Tævan og Kóreu og Japan og svo við talum í Bandaríkjunum missa bara alveg aðgang að þessu. Einmitt. Þannig að hvar er þá á ábyrgan hátt hægt að vinna svona efni? Það er hægt hérna á Grænlandi. Horfur þetta góðar hérna? Já, þau eru það. En það sem er aðal kostnaður við námuvinnslu, það er flutningskostnaður á efni. Og þarna er gullnáma sem var opin sem er verið að enduropna og fer í gang bara framleiðsla á næsta ári og þá getur það verið svona miðstöð, flutningamiðstöð, bara bækistöð fyrir tæki og tól og annað fyrir frekari vinnsluðana. En þetta byggist upp svona eitt af öðru. Þegar þú byrjaðir að veserast byrjaði alltaf að vinna í fjármálageiranum, eða ekki bara uppbörlega. Grunaði þá að þú myndir leiðast út í allar þessar efnispælingar og norðurslóða dæmið og allt þetta. Þetta hefur bara einhvern veginn undið upp á sig, eða ekki? Já, bara eiginlega tilviljun. Ég fór með vinum mínum frá New York þegar ég var að vinna þar að þeir vildi endilega skíða á Íslandi og ég var búinn að skíða mikið hér og þá datt okkur í huga að fara til Grænlands og við komumst að því enginn hefði skíðað hæsta tind norðurheimskautsins sem er Gunnbjörn á Grænlandi.
Þannig að við fórum svona að fikra okkur alltaf nær og nær því markmiði með að fara í skíðaferðir á austurströndina og þá bara einhvern veginn kviknar einhver svona Grænlands áhugi og maður verður bara hálf veikur. Sumir fá svona veiki við að fara til Afríku eða einhverjir virðist vera veikir af því að fara til Tenerife. En ég verð veikur af Grænlandi. Það er allt svo stórbrotið þarna og skemmtileg saga. Þetta speglar einhvern veginn Ísland líka, en hvernig er samfélagið þarna? Hvernig er fólkið? Er hægt að reka gott samfélag þarna? Þú veist, og svo er náttúrulega þessi dönsku yfirráð og öll pólitíkin. Já, því miður. Hefði Trump átt að kaupa þetta eða? Já, það var bara heiðarleg tilraun hjá honum. Ég bara virðan fyrir það. Þetta er náttúrulega mesta greiði sem nokkur Bandaríkjaforseti hefur gert Grænlandi. Að tala þetta upp svona. Vegna þess að allt í einu vissu allir hvar Grænland var. Og þarna búa 55.000 manns og þar af 6.000 þarna suður frá það sem ég var og þessi samfélög eru alveg heilstift. Það sem flestir Íslendingar þekkja eru samfélögin á austurströndinni sem eru margt mjög sorgleg. Það er bara öskrandi áfengissýki og félagsleg vandamál í hverju horni, en á vesturströndinni og þarna fyrir sunnan þá er sem sagt 80% ungmenna, þeir sem eru fædd 2090 og eftir hafa aldrei bragðað áfengi. Akkurat. Og það er svona og keyra þetta aðeins betur í gang. Já, og það er bara með auknu sjálfræði að þá kemur svona ábyrgari hegðun og meiri bjartsýn á framtíðina og fólk leggst ekki í örbirgð held ég nema að það hafi enga trú á framtíðinni. Þarna er hún að byrja að myndast. Og hvernig er að fara þarna og fara að leita þessu stöffi? Þarf þetta að fara gegnum mikla bjúrokrasi og mikið vesen og þú veist, það getur bara mætt og tjekka. Það er bannað til dæmis, ef maður kemur sem ferðamaður þá er bannað að taka með sér sandkorn úr landi. Það mátti ekki taka einn stein. Og þannig að það er alveg svona regluverk eins og við þekkjum frá Noregi og Svíþjóð. Er ekki hann Eldur? Heitir hann ekki Eldur? Jú, ég var með honum. Já, varst ekki með honum? Já. Hann er með eitthvað prófið í gangi þarna nú þegar og... Jú, múin að vera meira og minna síðan 2013. Og þetta er bara... Ungur gaur, hann ekki fættu bara eitthvað 90, eitthvað rétt fyrir 90. Jú, rétt fyrir 90, held ég. Hann er að gera gott. En þarna getum við komið fyrir fólki ef að offjölgunin sem allir er að tala verður að vera líka. Já, ég hef engar áhyggjur á offjölgun. Vegna þess að við sjáum bara hvað Evrópubúar og ég tala ekki bara Íslendingar eru hættir að fjölga sér. Og eina fólksfjölgunin sem á sér stað hér er eiginlega með innflutningi fólks. En fæðingartíðni til þess að menn viðhaldi sama fólksfjölda þarf að vera 2,1 og í dag er á Íslandi komin í 1,5 1,6 og í Evrópu, Þýskalandi er þetta dottið undir 1 með að við síðustu tölur. Ég var að segja í síðasta þætti að Vesturlöndur er meira orðin dauðaköld. Hvað heldur það að gerast? Er þetta ekki bara því fólk er þetta efnahagslegar aðstæður fólks sem það er bæði í bland við hugmyndafræði? Bland við hugmyndafræði og skort á trú á framtíðinni. Ef þú ert bjartsýnn þá er lífið miklu skemmtlara og þá viltu að fleiri upplifi þetta skemmtilega líf. Ef þú hefur ekki trú á framtíðinni þá ertu svartsýnn og ég vil oftast ímynda mér að svoleiðis fólk sé vinstri sinna það sér ekki þessa hamingju sem er í framtíðinni og heldur að lífið sé komið á endastöð og nú þurfum bara að vinna sem best úr því sem er til staðar. En það er öðru næra mínu dóma en svo ef maður skoða bara eins og Kína þar sem risa félagsfræði tilraun var sett í gang upp á 1970 og mætti bara eignast eitt barn. Það einbirni almennt eignast bara eitt barn eða ekki neitt. Og við þekkjum það bara héðan að fólk sem kemur úr stórum systkinahóp það er miklu líklegra til að eignast mörg börn. Akkurat, þannig að þetta er margföldunar áhrif einhver í þessu. Þannig að vil allir endur upplifa dráma sitt. Já, gleðina. Ég veit ekki hvort að ykkar svona bræðra samband var eitthvað... Það var gott, sko. Við erum hér. Já, við erum hér. Já, það er ekki verið en það allavega. Við erum í góðu viðskiptasamband í dag. Já, nákvæmlega. Já, einmitt, þannig að ef allir fara að eignast færri börn, þá eignast þau færri börn. Já, og í Kína þá er það þannig að það er búist við því að á þessari öld þá fækki þeim þannig að verða færri en 600 milljónir. Og það er meira en helmingsfækkun frá því sem nú er. Já. Og það er náttúrulega svakaleg umskipti. Það er hrun. Já, og í Japan eru þau með fleiri fullorðinsbleiur en barnableiur en það er samt eins og hér þá talar þarna, það er eins og hagsmunir atvinnulífsins eru þetta þeir að við fáum innflutnings
innflutning fólks til þess að vinna en hvað finnst þér að stjórnmálulega hvernig á að nálgast þetta en það er augljóslega kannski ósjálfbært að einhver leiti við fáum 10.000 útlendinga á ári og ný kynslóð Íslendinga kannski 2-3.000 þannig að það er mjög augljóst hvað þessi kurva endar og í einhverju gríðarlegu ójafnvægi. Nei, ég er alveg sammála þessum vangaveltum að það þarf að skoða þetta núna vegna þess að mér finnst íslensk menning og íslensk tunga, það er ástæða þess að ég er hérna, það er það sem bindur mig við mína fjölskyldu og mína heimahaga og annað þýðinlíkt. Þannig að því sleppir og ég verð einhvern veginn gestur í eigin landi þar sem allir tala bara ensku eða einhver önnur tungumál, þá myndi ég ekki búa hér. Nei, ég sammála því. Þannig að ef við ætlum að leyfa þessari svona fólksfjölgun að eiga sér stað á þessum forsendum að íslenska og íslensk menning sé ekki samnefnari heldur bara þetta sé einhvern veginn alls konar að þá er útséð með svona íslenska þjóð, ég er ekki að tala um Ísland fyrir Íslendinga en bara menningar heim sem við höfum búið í hérna í 1200 ár. Já, við höfum lengi rætt Já, við tölum ekki fyrir við þurfum aukinn þjóðernisofsa við þurfum að endurreisa Alþingi á þingvöllum við þurfum eitthvað grand gesture við þurfum tónleika, við þurfum partí við þurfum að efla þetta. Já, það sem ég hugsa er þú veist, af því að hvað eru Bandaríkin og hvað var bandaríska experimentið? Það var auðvitað augljóslega þjóðernisofsi og hefur ætíð verið einhvers konar mjög sterk þjóðerniskennd og hvernig lagarðu alla þessa innflytjendur og öllum þessum ólíku áttum með bara ekkert sameiginlegt. Ég var að hlusta á vesturfara þættina þú veist það sem varst með Úkraínumenn og Íslendinga saman okkur bletti, einhvern veginn endaði allt þetta fólk í að mynda bandarísku þjóðina sem er með sterkast og öflugasta patriot bara svona hugmyndakerfi sem þú finnur og hvernig kerfið þau samfélagið áfram og hvernig náðu þau árangrum? Það var bara með einhverju samheldni, einhverju sameiginlegu markmiði, sameiginlegu tungu og þá geta allir unnið að sama marki en ef við erum hér alltaf svo mikið að passa okkur að ég veit ekki hvað við erum að passa einu sinni. Nei, það er nóg að horfa til 17. júní hátíðarhalda. Ég var út á Seltjarnarnesi þess ég bý og svo er ég með skrifstofunir í bæ rétt hjá Austurvelli og það var bara nákvæmlega ekkert að vera í Reykjavík. Það voru miklu og svo fór ég inn í Hafnarfjarðargarði að skoða á eitthvað og það voru miklu stærri hátíðarhöld í nágrannasveitarfélögunum og út á landi og annar staðar. Þannig að hvers vegna, hvað skammast þeir sem í borgarstjórn sín fyrir að vera Íslendingar eða skammast þeir sín fyrir þjóðsönginn eða fyrir fjallkonuna eða fyrir hvað skammast þeir sín? Það þarf meiri stemningu í kringum þetta og ég held líka að þurfi einhvers konar, þú veist, eins og þegar Fjölnismenn voru á 19. öld, þeir byggðu á miðöldunum, þeir byggðu á landnáminu, þeir idealiseru þetta, auðvitað er ekki allt rétt sem þið segja, en þetta er einhver ideal, þetta er einhver hugmynd og einhver svona gullin mynd, þannig að við þurfum endurvakningu á þessu. Já, og þetta er alveg svo að nefna í Bandaríkjunum, þar sem að hverjum skóladegi er fáninn dregin að húni og fólk sver hollustu sína fólk talar eins og þetta sé bara toxic. Skilur þú? Já, nei, þetta er ekki toxic og þess vegna líka bara núna með Ísland og þess að svona kannski romantísku sögu sem Fjölnismenn komið fram með að ég kannski fremja helgispjöll með að nefna Ronald Reagan hérna en hann var alltaf að tala Make America Great Again áður en að Trump-vitlýsingurinn fór að tala um það en hann var að tala um the shining city on the hill að það væri eitthvað skínandi borgríki það væri hérna einhver staða fyrir framann og þjóðin ætti að stefna þangað og þá leið þú selur fólki þá hugmyndafræði að það er betra líf í vændum þá verður betra líf í vændum það eykur bjartsýni og hamingju og annað þvíumlíkt en núna er þessi dómsdagsspámenn sem mest eiga upp á pallborðið eins og Greta Thunberg og fleiri þau eru bara að segja okkur er öllum lokið og til hvers að gera eitthvað að vita í dag það er ekki víst að við verðum hérna eftir 10 ár. Nei, einmitt. Og það er einmitt málið að þegar menn voru að 19. öld að keyra sjálfstæðishugsunina í gang og segja hérna getum við byggt upp land okkur betur borgið án erlendra stjórnar skilur þá voru þeir auðvitað að hugsa næstu 1000 ár skilur við ætlum að gera þetta þannig en núna er náttúrulega fólk komið með þá hugmynd að en svo náttúrulega dómsdagsbárnar er ekkert endilega bara heldur loftslags heldur líka náttúrulega bara það er yfirvofandi möguleg kjarnorkustyrjöld og heimstyrjöld og oftækniræði og annað En mér finnst þetta að vera meira og minna sama manngerinn sem hefur áhyggjur og finnur sér alltaf eitthvað nýtt það var verið að eyða út síðasta trénu það var hérna í kringum 1980 svo ósonlagið milli 80 og 90 og svo hefðu menn virtist vera ekkert sérstaklega miklar áhyggjur milli kannski 87 og 2000
það var bara rosa bjartsýni almennt. Það var bjartsýnistími. Og svona Sovétríkin hrundu og... Já, svona uppatími og hamingja og Clinton og einhverju svona förðumenn komu stað og með aðeins öðruvísi boðskap. En núna þetta komið aftur í gamla farið, þannig að ef maður les svona eins og þegar ég fæðist í kringum 1970, hvað var í gangi þar og svo hvað í gangi núna? Þetta eiginlega sama. Þá voru allir að segja, já, býtu, homar og lesbíur, fólk má vera alls konar, frjálsar ástir, hitt og þetta. Núna þetta einhvern veginn mjög skrítið líka vegna þess að núna annars vegar Me Too í gangi og hins vegar eru allir á OnlyFans að selja sig. Og maður svona, býtu, þetta gerist á sama tíma. Já, þetta alveg sama og gerist þegar að sko feminismi var vinsæll á Íslandi og rapptónlist á nákvæmlega sama tíma. Það sem tvent sem að passar ekki sérlega vel saman, en samt einhvern veginn gátu verið á nákvæmlega sama tíma. Já, og svo bara, ég meina, sagan fer líka bara í hringi, ég meina, eins og bara, þú veist, 1930 í Berlín þá voru með mesta frjálsræði í ástum og ástamálum sem nokkurn mann hefur verið, en svo kom aldeilis bakslag í það. en já, ég meina, já, það er margt í þessu, sko, og Heiðar, þú hefur náttúrulega verið í fjölmiðlabransanum og við erum að tala um hérna íslenska tungu og ég hef oft haldið fram að þáttur fjölmiðla vanmetin í því að rækta íslenska tungu. Við erum með hérna mjög mikið af listamannalaunum til rithöfunda sem skrifa bækur sem síðan kannski 500-600 lesa og meðan síðan eftir með fréttasíður sem 60-70.000 manns lesa og þá ekki verið þá ríkið ekki, ríkið reynda að byrja að borga einhverja smápeninga til fjölmiðla í vonum að styrkja þá eða stjórna þeim, hver veit. Hver þáttur fjölmiðla í þessu? Hvernig þarna ekki næs að vera ekki lengur forstjóri fjölmiðlafyrirtækis? Nei, ég hafði gaman að því atið sem því fylgdi og það eins og í öllum fyrirtækjarekstri að þú vilt ekki vinna í krefjandi, lifandi umhverfi, það sem eiginlega öll spjót standa á þér, ekki fara í fjölmiðlabransan. En að þú færði eitthvað út úr slíku og slíku ati, vertu endilega í fjölmiðlabransanum, af því að hann óskaplega lifandi og síbreytilegur og hvað þetta varðar að þessi styrkir eru augljóslega bara til að drepa frjálsa fjölmiðlun. Og þegar hvernig þá? Já, vegna þess að þetta kæfir frumkvæði, það verða allir bara ríkisspenanum og það bara gerir sjálfkrafa að þeir sem að þiggja ríkispeninga fara í sjálfsritskoðun. Hvernig þetta komi við þá nefnd eða þá aðila eða þær hugmyndir sem stjórna úthlutun þessara styrkja. Það bara gerist það sjálfur sér og það einfeldni að halda öðru fram. Það alltaf einfeldni að láta eins og það séu engin mótíf að láta alltaf eins og maður geti þegið peninga frá einhverjum án þess að það þýði nokkuð, sko. Og hvað þarna fyrirferð RÚV á markaðnum, RÚV, ég fann að líta svo á og ég held að sé eðlilegt, þannig að það ekki kannski við einn að sakast, en ég fann að líta svo á að RÚV hafi mjög sjálfstæðan vilja til þess að verða eini fjölmiðlinn á markaðnum. Og það bara organismi, RÚV organismi, hann hefur bara þann ásætning. Já, og það dálítið magnað, allt svona nýtt brum sem kemur fram, netið og efnisveitur og ég tala nú síðan hljóðvörp og að RÚV ætlar svo sannarlega að hasla sér völl þarna líka. Á meðan upprunalega hlutverk RÚV var bara svona almanna öryggis hlutverk að allir getur hlustað á eina útvarpsstöð sem gat vara við snjóflóðum eða eldgosum eða einhverju alvöru vá. Og núna gengur enginn útvarp, það allir með síma og símfyrirtækin geta komið skilaboðum miklu hraðar, bara beint til viðtanganda eftir landsvæðum og annað. Þannig að þetta öryggishlutverk ekki lengur til staðar, en þá var hlutverki líka að fólk hefði aðgang að fréttum á íslensku allt land og það væri svolítið svona sami aðgangur að fréttunum hjá öllum. Nú eru símfyrirtækin og í raun og veru snjallsíminn löngu búin að taka þetta yfir. Þannig að þetta hlutverk RÚV sem þá eina sem stendur eftir menningarhlutverk eru þeir að rækja það. Þeir eru fyrst og fremst í popmenningu. Þeir eru ekki í einhverju svona hámenningu eða almennri menningu. Þannig að ég lít svolítið á eiginlega að ríkisútvarpið eiginlega Reykjavíkurútvarpið. Núverandi útvarpsstjóri, fyrrverandi skrifstofustjóri Reykjavík, hann endurfjármagnar ríkisútvarpið með því að Reykjavíkurborg leyfir þeim að selja fullt af lóðum undir fjölbýlishús með allt öðrum kjörum heldur en almennt hefur tíðkast.
Reykjavíkurborg leigir 2 hæðir í Ríkisútvarpinu. Já. Þannig að þeir vil alltaf kalla þetta RÚV. Ég vil kalla þetta þá bara Reykjavíkurútvarpinu. Mér finnst þetta ekki sinna þessu menningu og öllu landinu hlutverki sem þeir ætti að hafa. Nei, það er mjög forvitnilegt, ég get tekið undir það. Sko, það er margt sem við erum að ræða í dag, Heiðar. Sko, með fjölmiðla, trúirðu á áhrif? Ef að þú ert auðmaður og vilt hafa áhrif, vilt gera eitthvað prógram, vilt breyta hugmyndum, eru fjölmiðla besta leiðin? Nei. Hvað er besta leiðin? Það er besta leiðin að stofna einhvern stjórnmálaflokk og fara bara lóðbeint í stjórnmálin. En á hverju hefur ekki gert það? Já, það gerist út í heimi, við sjáum Berlusconi og hinn og þessa sem gerðu þetta og þeir blönduðu þessu nú saman, og fjölmiðla líka og Jú, það hjálpaði. Já. En við getum séð sko að þessi fjölmiðlarekstur eins og hann í dag. Snorri var nú að vinna á fréttastofunni þegar ég var samstarfsmaður hans þarna og Sýn og ég hafði ekkert fréttir að segja, ekki neitt. Og ég var ekki eins og að reyna að skipta mér að því, en ég vissi það sem var, ef ég færi að reyna að skipta mér að því, þá myndi það væntanlega hafa öfugáhrif. Já. Þannig að kannski þá, ef ég hugsa þetta núna, hef ég þetta að koma inn og segja að vantar meiri vinstri slagsvið, það vantar meiri vinstri. Já, en hvernig það er mitt forvitnilegt að ræða við það, sko, hvernig sérðu, ég meina, þú veist, forstjóri Sýnar, horfir á stöðtöfréttir heima á sér á kvöldin, varst aldrei að öskra á sjónvarpið bullið, eða þú veist, hvernig... Já, sko, ég hef náttúrulega áhuga á einhverjum tegundum frétta. Ég hef mjög mikið áhuga á efnahagsfréttum og viðskiptafréttum og ákveðnum tegundum svona öryggisfrétta og veðurfréttum og einhverju, en ég minni áhuga á ýmsum öðrum fréttum. Þannig að ég þarf að búa í samfélagi og átta mig á því að það eru aðrir sem hafa önnur áhugamál heldur en ég, þannig að það þarf að sinna þeim líka. En þess vegna er þessi miðlægi fréttaflutningur, það sem bara fólk kemur saman einu svona kvöldi og horfir á sömu fréttir. Þetta er ágætlega að búa til samhljómi í samfélaginu. Já. En þetta er svolítið að syngja sitt síðasta vegna þess að stöðugt yfir daginn ert að fá fréttir, hvort það er í gegnum samfélagsmiðla eða vísi eða eitthvað annað. Og þar ertu með svakalega aðganga miklu efni. Og það sem ég finnst sérstætt við Ísland sem enginn er að tala það er að Vísir sem er stærsti vefurinn, yfir 90% Íslendinga á aldrinum 18 til 80 ára nota hann daglega og hann er ókeypis. Ef við skoðum til að BBC í Bretlandi að það eru 20% sem nota hann daglega og hann er ókeypis. Allir hinir, Telegraph, Guardian, hvað það heitir í Bretlandi, það er alltaf bak við greiðslugátt. Og þú skoðar í Skandinavíu, allir stóru miðlarnir eru bak við greiðslugátt. Hér er MBL og Vísir bara með ótrúlega stöðu og þannig að þeir eru svona samnefnarar miklu frekar heldur en eitthvað ríkisútvarp eða eitthvað annað. Já, akkurat, já, það er og ég er alveg sammála því að ég held að kvöldfréttatíma á okkurum tíma og líka bara ég held að hefðbundin fréttaflutningur að mörguleiti sé í þarna ekki á sama stað og hann var áður. Við höfum bara aðgang á öðrum upplýsingum. Fólk vantreystir í auknum mæli vinnubrögðum blaðamanna. Þeir eru keyrðir áfram með hugmyndafræði frekar en sannleiksþrá og svo framvegis. Þetta er að taka miklum breytingum. Fólk færi sig yfir í hlaðvörp eins og skoðanabræður og annað. Já, en það er bara þessi gróska sem er. Já. Og hvernig eins og þið getið stofnað fjölmiðil bara á einum degi. Þarf ekkert fjármagn, ekkert slíkt og þetta er mjög jákvætt fyrir bara svona lýðræðið á Íslandi og fyrir umræðina. Þegar maður var að fletta blöðum, ég bar út Morgunblaðið þegar ég var frá 9 ára með bræðurum mínum og þá voru við líka að bera út Þjóðviljan og Tímann og Alþýðublaðið og maður þetta var að lesa þessi blöð hérna upp úr í kringu 1980 og þar þurftur eiginlega að lesa öll blöðin til að fá einhverja mynd af málinu. Þetta var allt svo svakalega innhlíða. Já, fólk tala um polariseringu núna, þetta var alveg eins polariserað þá. Já, verra. Já. En í dag, getur maður vita hvað er að frétta með því að lesa fréttir? Getur maður skilja púlsinn og svona séð hvað fólk er að hugsa og hvað er í gangi? Já, en síðan eru bara svo ótrúlega auðvelt að gera kannanir. Og ekki endilega bara samfélagsmiðlum, bara alls konar kannanir með ýmsum ráðum og dáðum og það er þetta að komast mjög nálægt í hver er að hugsa. Já, ég held að framtíðin sé einhvers konar upplausn á þessum hefðbundna dæmi öllu sko. Þú varst að tala um 1980 Morgunblaðið, þú voru alltaf verið sjálfstæðismaður, eða ekki?
Ég hef alltaf verið hægri maður og ég hef alltaf verið hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn. Já. Ef það kæmi eitthvað hægri megin við Sjálfstæðisflokkinn, þá myndi ég kjósa það. Já. Finnst þér Miðflokkurinn ekki vera hægri megin við Sjálfstæðisflokkinn í alls konar svona félagslegu málefnum kannski? Sjálfstæðisflokkurinn eru svolítið liberal náttúrulega að einhverju leyti. Já, en sko, Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að vera í þessu ömurlega stjórnmálasamstarfi núna í ríkisstjórn í 6 ár og það gengur hvorki né rekur og þetta er svona eins og maður verið að reyna að reka fyrirtæki og maður myndi taka 3 ólíkar stefnur og reyna að reka fyrirtæki eftir því. Það er bara ekki hægt og þau get ekki komið sér saman um eitt né neitt, þannig að ríkisstjórnin er hálfgert í rekald bara, það fer bara einhvern veginn og það er algjörlega stefnulaust og þannig að stór mál sem skipt okkur eins og vorum að ræða íslenska tungu og menningu og hvernig þetta fjölmenningar samfélag mun hafa áhrif á okkar samfélag og breyta því varanlega og hugsalega óafturkræft. Hvað skoðun höfum við á því? Og hvaða skoðun höfum við á þessu viljum við að sé 1 milljón hérna manns? Núna eru 400.000, það geti alveg verið eftir 15 ára komið strax upp í 500.000. Hvar eiga þessir 100.000 sem komið viðbót þá, hvar eiga þeir að búa? Og hvernig viljum við hlúa þeim sem koma? Og viljum við að þessi skilyrði að fólk tala íslensku? Það var svona einhver brjálsemi hérna í .com-pólunni rétt fyrir aldamótin 2000 að viðskiptaráð kom fram með skýrslum að við ættum að kasta bara íslenskunni og bara fara yfir í ensku og svona alveg galin hugmynd. Þjóðnýðingar. Já, eða landráða fólk eða hvað sem að kalla það. En núna er þetta gerast. Það hefur bara engin orð á því eða athyglin á því. Og þessuna svona ríkisstjórnarsamstarf sem á að vera þvert yfir allt, þetta er ekta mál sem þau ætti að geta rætt. Þetta snýst ekki sósíalisma eða kapitalisma, þetta snýst bara algjör undirstöðu atriði. Ég heyrði frá vinum mínum sem er kennari daginn sko, að krakkarnir kunna ekki ensku, þau halda að kunna ensku og þau kunna heldur ekki íslensku sem þýðir að þau kunna ekki hugsa og láta algoritman sjá það fyrir sig og það bara gerist og þá ertu orðin nokkuð skonar svona illa hönnuð vél frekar en manneskja sko. Það var ein grænlenskona hérna sem var mjög kumpánulega og svo sagði hún have a great fucking trip að þetta er frasi sem hún hefur heyrt og hún heldur bara að maður segir þetta og krakkarnir svolítið í þessu andrúmslofti segja eitthvað á þess að átta sig á merkingunni. Og þetta er það sem Þórarinn Eldjárn kallar vanefna enskan. Það er það sem koma skal ef að ekkert er aðgert, en það er rosalega flókið að ræða hvað er mögulega hægt að gera til þess að sportna við þeirri þróun. Ég held sko að ferðaþjónustan er náttúrulega líka stór ástæða fyrir þessari breytingu vegna þess að þá ertu líka komið með sko kannski afgreiðslufólk sem er með kunnahópinn enskumælandi. Þannig að þá ertu búin að missa hvatan þar og þannig að maður fær ekki lengur afgreiðslu á íslensku neins þar. Það er staðar málsins. Ég hef það samt sem reglu að ég ávarpa alla sem eru hér alltaf fyrst á íslensku. Maður reynir það alltaf og ég gerir það alltaf sko, en þú veist það er svona, það eru svo veigamiklar breytingar og þú veist þannig að eina svarið eitthvað, þú veist, ok, ef maður ætti að ráða þessu bara eitthvað dígróð, bara heyrðu, við verðum þá bara að róa hagvöxtinn ef við munum ekki fá vinnu að plýja þetta, eða þá bara fara eitthvað barneigna prógram à la Viktor Orbán, skilur. Og það sem er að gerast, það er alls konar aukaverkanir, hliðaverkanir að koma fram, eins og fasteignaverð bara hækkar og hækkar, þrátt fyrir vaxta hækkanir, af því að við höfum ekki byggt nóg og svo er þetta svakalega innstreymi fólks á þessum tíma, þegar það ætti eiginlega að vera að kreppa. Þegar fólk ætti að vera að fara til Noregs í raun og veru bara. Já, liggur við. En sem betur fyrir er það ekki þannig. Mér sýnist fólk bara að vera á tenni og ætla að bíða þessa meintu kreppu af sér, bara með bílinn út á flugvelli, þar sem öll bílastæði eru full af glænýjum fínum bílum og fólkið er bara vikur eftir vikur einhver staðar að sóla sig. Þannig að það er eitthvað svolítið skrítið ástand í efnahagsmálum á Íslandi. Já, þá geti einhver sagt, ætlum við að breyta okkur í svona Dubai norðursins sem við erum með gestavinnuafl sem gerir allt og meðan við erum bara að sóla okkur og leika okkur. Ég sé ekki skynsemin í því. Nei, og það er líka talandi um jöfnuð, að við erum hlaðvarp jafnréttismál, sjálfbærni og jöfnuð. Þú veist, þetta er náttúrulega líka jöfnuðarmál að það verði ekki til hérna íslensk ofurstétt sem getur stýrt stjórnkerfinu og fyrirtækjum og svo bara undirstétt sem á ekki í tungumál. Það hingað til hefur alltaf verið ein þjóð í þessu landi. Þetta voru þrælar sem komu með þessum norðmönnum fyrst og fremst sem voru að koma hingað og svo jafnaðist það út yfir tíma. En
það var líka þannig þetta, það voru góð orð og það voru svona stærri bændur, en það sem var áhugavert, það með þjóðveldið fram til 1262, hvernig þeir skiptu svolítið með sér verkum og gátu lifað til þess að gera friðsamlega þangað til að valda ójafnvægi kemur upp og þá hrynur það verður of mikið og safnast á of fáar hendur og Snorra og félag og það er áhugavert og ég held að það hafi verið Sigurður Nordal sem var að skrifa það að hann fór til útlanda og það var svo áhugavert að segja ég veit ekki hvort það verið Sigurður Nordal með einhver annar en það væri svo áhugavert að segja erlendu fólki frá því að ef þú kemur til Íslands og talar íslensku og færir bara á bóndabæi einhvert, þá vissir ekki, gætir ekki, þú veist, ef þú myndir tala við einhvern sem væri bara út á túni, þá gætir ekki dregið ályktun af málfari hans, hvort þetta væri presturinn eða vinnumæðurinn. Þetta var eitthvað jafnvægi í þessu, sko. Og þess vegna er líka íslensk tunga þannig, Dostojevskí er miklu uppáhaldi hjá mér og Karamazov bræður finnst mér vera hans höfuðverk og það fjallar 3 bræður, Mentamann, Munk og svo Hermann og þeir, sko, ég kann ekki að lesa rússnesku en á ensku er mjög auðvelt bara út frá tungutaki hvers og eins að gera greinamun hver bræðrann þetta er. Svo þýðir Ingibjörg Haraldsdóttir þetta á að velun, þetta er vel þýdd bók og hún er fín, en íslenskan hefur ekki svona blæbrigði. Það er bara ein stétt í þessu landi. Já, var þetta á ensku? Þá töluðu þeir öðru í sig. Já, þá bara hver bræðrann. Og ætti á rússnesku líka. Já, akkurat. Og ætti að vera hægt að kalla fram einhver svona hughrif með íslensku, en það er örður að vegna þess að það er eitthvað við þetta sem er bara, við höfum alltaf verið, ég segi ekki að við höfum alltaf verið stéttlaust samfélag, það hafa alltaf verið stéttir hérna og eru ennþá, en það hefur verið einhver talsverður hreyfanleiki allan á milli stétta líka og svo framvegis. Svo finnst mér líka áhugavert að hugsa til þess að þessir kapitalistar sem hafa verið á Íslandi og eignast auð og annað, það er bara tekin spilin á öllum og stokkað upp og nýtt og gefið bara á 15 ára fresti. Já, hvernig þá? Já, ég meina eins og upp úr 1980 þá að vera að tala fjölskyldunar 14 sem áttu þetta og hitt og stærstu hluthafarnir Eimskip, flugleiðum og Skeljungi og hinn og þessu og Coca-Cola og svona og þessi fyrirtæki voru með ágætis arðsemi en svo bara kemur árið 2000 og þá er Jón Ólafsson sem er kendur við skífuna og að halda utan hljómsveitir sem umboðsmaður, þá er hann allt í rauninu miklu ríkar en þessir. Svo kemur 2007 og þá er Jón Ólafsson ekkert ríkur lengur og þá er allt í rauninu Jón Ásgeir og Werner Sinir og Hannes Smára og Björglaug Tór og eitthvað, svo bara kemur 2009 og þá er bara clean slate. Já, það er bara aftur og aftur og aftur. Og fólk talar þetta sko, hvað segir Beggi? Ég ætla að spyrja sko, og hvernig blassir þetta við þér núna? Kúltúr íslenskra auðmanna. Er þetta skemmtilegt fólk? Er það operþetta út frá forvitni og trausti og stuði og stemmingu? Eða er þetta svolítið kommunistar að halda utan sitt? Nei, ég held að þessi er búið að þroskast mikið vegna þess að Ísland 1980 alveg fram til 94 var nánast svona eins og Austur-Evrópuland. Það voru svo mikið boð og bönn og miðstýring að það skipti eiginlega meira máli að vera vel pólitískt tengdur heldur en að vera fær í viðskiptum. Síðan bara er öllu breytt eftir EES-samningin og kemst hérna á frjálsræði sem betur fer og þá er það aðrivísi manngerðir sem kom inn en það eru þá fyrst og fremst fólk að minni kynslóð fætt í kringum 70 en ekki í kringum 50 eða 40 eins og hinnu voru sem höfðu verið á undan og það var náttúrulega fólk sem bara á 30-aldri voru bankastjórar og forstjórar í stærstu fyrirtækjum en skorti svolítið reynsluna og reynslan var bara ekki til hér og þegar maður sér lönd sem opnast svona hratt að það verður alltaf svona búmböst það gerist í Austur-Evrópu, það gerist í Suður-Ameríku það gerist bara allstað og þá í hruninu hér bara líka að einhverju leiti þegar þetta fólk sem var kannski blautt á bak og erun einst inni var allt í henni komið með svona gífurlega ábyrgð. Akkurat og þetta gerist í Ástralíu, Nýja-Sjálandi bara þú umskiptin verða svona hröð og þá er hætt við að hæfileikendir fylgi ekki alveg hraðanum og reynslan svo sannarlega ekki til staðar en núna er þetta auðvitað betra vegna þess að það er búið að vera frjálsræði í lengri tíma þannig að fólk kann betur fótu sínum forráð og ég vona líka að fólk kunni betur að fara með féð það er ekkert sérstaklega töff að eyða ógeðslega miklum peningum á Íslandi. Nei, berast á. Nei, ég sé það ekki sem eitthvað svaka töff. Ég held... Hvað gera milljarðaværingar á Íslandi til að vera töff? Ég veit það ekki, gefa út bók norðurslóðir. Já. Skrifa heimspekiritt. En sko,
að þú talar að fara með peninga hérna á Íslandi, við erum alltaf með krónu sem minnkar einhverja prósentur á mánuði í virði, þannig að maður hefur ekki beint hvata til þess að spara, heldur dæli fólku sinni í fasteignir og sem skapar aftur þessa bólu, þannig að fólk getur ekki gert skynsamlegt peninga. Á ég að trúa því að þú hafir enga trú á Bitcoin? Nei, ég hef enga trú á Bitcoin. Nei. Við gerum stuttlega á Mára Kall að nefna það stuttlega við ykkur bara 10 sekundur að þú ert að hlusta á þátt sem var upphaflega birtur í Skoðanabræðrum. Eitt fremsta hlaðvarp landsins frá 2019, googlaðu Skoðanabræður, Patreon, fáðu áskrift og virkilega fáðu upplýsingar íslenskt samfélag sem engin annar er að útvega. Nei, ég hef enga trú á Bitcoin. Nei, þú ert ennþá þar. Já, og þessi bók sem er að grínast með, ég gaf hann út 2013 Norðurslóðasókn og þá er einmitt smá kaplu Bitcoin og mér minnir að Bitcoin á þeim tíma 2013 og það kostaði $4-5. Það hefði verið næs að eiga eitt. Já, nokkur. En ég afskrifaði þetta algjörlega, þannig að kannski er ég fíblið í þessu samtali. Það væri þó nokkur dollara, það er 30.000 í dag. Já. Þannig að ég sé bara sóunina sem er í þessu vegna þess að ég trúi á gjaldmiðla sem eru ávísun á raunveruleg verðmæti. Ef að Bitcoin væri þannig að þú myndir nota orku til að búa til Bitcoin og svo eignaðistu Bitcoinið og þú getur innleyst orkuna aftur. Já. Þá væri þetta bara orkufótur sem þessi mynt stæða á og orka í gríðarlega verðmæti framtíðar, þannig að ég hefði trú á slíkum gjaldmiðli. En eins og var sagt í upphafi með Bitcoin, þetta væri órekjanlegt, þetta myndi aldrei eyðast. Hvort vekja er bara ósatt. Já. Vegna þess að ef það sloknar ákveði mörgum tölvum sem eru að halda utan reikningana í kringum þetta, þá þurrkast þetta út. Já, en það er flókið að slokna á þessum tölvum, eða það getur gerst. Það hefur gerst. Já. En svona gjaldmiðlar almennt, ég meina, þú ert á móti krónunni. Í einföldu máli, það eru hlustendur sem kannski átta sig ekki á því hvað gjaldmiðl er, sko. Já, gjaldmiðl samkvæmt hagfræði er eitthvað sem þú getur notað í viðskiptum til að greiða fyrir vöru eða þjónustu. Þú getur notað í bókhaldslegum skilningi til þess að gera upp í samningagerð og annað og svo þriðja og mikilvægasta hlutverki kannski sem íslenska krónan hefur aldrei uppfyllt, það er að vera verðgeymir. Og þú getur geymt verðmæti í þessu án þess að þau fyrnist einhvern veginn. Og svo finnst fólki gull alveg fáránlegt, en það er nú bara þannig að ein únsa gulli sem eru 28 grömm, að í Rómaveldi til forna gastu keypt skarlatsklæði fyrir únsa gulli. Í dag kostar únsa gulli svona $2.000. Þú getur farið á Savile Row og keyptir klæðskerasniðin jakkaföt. Þannig að gull hefur alveg haldið verðgildi sín. Gagnvart verðmætum. Af því að það er ekki hægt að prenta gull. Nei. Og það sem er vandamálið á Vesturlöndum og sérstaklega hérna á Íslandi er að lausatökin í ríkisfjármálum er allt of mikil. Það hefur verið prentað of mikið af peningum, ríkið hefur verið að gefa út of miklar skuldaviðurkenningar og þá gerist það að undirleggjandi verðmæti sem þessar skuldaviðurkenningar eru ávísun á, þær hækki ekki í takt við fjölgun ávísanana, þannig að hver ávísun verður alltaf minna og minna virði. Já. Og þau þinn út peningan okkar til þess að greiða niður sína skuldir, alltaf þinn út sína skuldir. Já, og bara borga fyrir alls konar gæluverkefni. Það er náttúrulega þægilegt að vera með peningaprentvél, frekar heldur en að þurfa sína ráðdeild og segja við einhverjar, ég ætla ekki að láta þig hafa pening. Finnst þér ofríki að hálfu ríkisins að við þurfum að borga alltaf þessa skatta og þau eru í sínum gæluverkefnum og við fáum eiginlega engu það ráðið þó við kjósum ekki, eða þú veist? Já, hjá hinu opinbera, líka hjá sveitafélögum. Það eru lögbundin hlutverk sveitafélaga. Það er að sjá fyrir vegum og hitaveitu, vatnsveitu, rafveitu, síðan auðvitað útvega skólaplás, útvega leikskóla. Það eru svona lögbúðin hlutverk. Og við sjáum hvernig þetta við gengið sérstaklega í Reykjavík, hvað sem fólk hérna nálægt okkur segjum í Borgartúni, það getur alltaf sturta niður úr klóstinu af því að það er ekki búið að uppfæra fráveitukerfið. Það þarf að loka sundlaugin í Laugardal af því að það er ekki búið að uppfæra hitaveitukerfið. Börn sem eiga hérna leikskóla, börn á leikskólaaldri, koma þeim ekki að. Þannig að þessi lögbúðnu grunn hlutverk sem eru opinbera hefur, þau eru bara vanrækt. Og í staðinn þá ætlar borgin einhvern veginn að bjarga loftslaginu með Carbfix, ekki bara í Reykjavík heldur fyrir allan heiminn. Þeir eru að stofna mannréttindaráð, þeir eru að móta sér utanríkisstefnu, reyna að setja viðskiptabann á Ísrael. Þetta er svo mikið fásinna. Já, og setja sig inn í alls konar svona félagslega réttlætismál. Já. Og ég meina, en sko, þegar maður hugsar út í, hvernig væri þá hægt að fara fram á við og með hagkvæmni að leiðarljósi? Heldur þú og ert þú
þú alveg sannfærður að ekki neitt sé sem heiti sem ekki megi leysa betur með einkaframtakinu? Það er mjög erfitt að vera með einkarekna dómstóla og einkarekin löggjafa og einkarekna lögreglu og einkarekin varnarmál en eiginlega allt annað og sjúkrahús líka alveg. Já. Ég ólst upp í Svíþjóð að hluta og faðir minn heitum að læknir þar og bróðir minn stúderaði læknisfræði þar og þeir voru báðir að vinna á einkasjúkrahúsum þarna og það kerfi bara mjög gott. Og miklu afkasta meira heldur en kerfi hér. En hvernig getum við búið til, eins og þú talar þú vilt eitthvað lengra hægri en Sjálfstæðisflokkinn, hvernig getum við búið það til þannig að þessi forvitni og stuð og ævintýri og partí og áhuga á einhvers konar menningu og bara svona svolítið framsækni í það bara hafa þetta svolítið fallegt af því að þegar við hugsum gömlu bandarísku milljarðamæningana þá reistu þeir bókasöfn í bæjunum sínum og lyftu samfélagunum upp en tók ekki, ég meina, tilfinningi manns kynni að vera svo að menn sé að taka arðinn og bara í enganeyslu en ekki samfélagsleg verkefni. Bara í einhverjum kuldakölum þetta landi. Nei, það er bara mjög áhugavert en eins og tíðarandinn sveiflast og hann, Johnny Rotten sem var í Sex Pistols, hann sagði nú daginn að hann verið hættur að vera vinstrisinnaðir, hann verið allir orðnir vinstrisinnaðir, þannig að það væri ekkert punk í því lengur að vera vinstrisinnaðir. Þannig að núna ættu allir að verða frjálshyggjumenn og bara eins langt til hægra þau gætu, þau verður svo fáir þar eftir að þyrfti einhvern veginn að balansera kerfið. En ekki það að hann sé... Við erum sko, Halldór Ármann vinur minn hefur lengi sagt að allt punkið sé til hægri og hægra megin núna, af því að núna er mainstream að vera með bleikt hár og vinstrimaður og svo framvegis. Og við erum komnir við bræðurnir, ég er náttúrulega yfirlýstur meira og minna hægri maður í þessa dagana. Bergþór er svona að fikta við þetta. Maður er að taka svona fascistic pivot. Já, og ég hitti mann í rektinni, góðan hlustandi skoðanabræðar til margra ára í rektinu daginn og hann sagði bara ekki, já, heyrðu, ég byrja að hlusta aftur, bara frábært að þessu konur aftur. Og eru ekki hættir að vera sósíalistar? Og ég sagði, jú, við erum hættir því. Og hann sagði, já, geggjaður. Og ég sagði, já, ert þú með okkur í því? Hann sagði bara, þið kynnið málin og ég fylgi. Þannig að það er það sem við erum að gera núna. En já, Ísland 2.0, já, það sem begge að segja. Varandi þína spurningu hvernig við gerum þetta áhugavert. Þetta sé ekki bara einhverjir gráir hagfræðingar sem er að byrja einhverja tölur. Fegurð. Já, það er þessi bjartsýni á framtíðina og það er náttúrulega hægt að skoða bara og þess vegna finnst manni svo ótrúlegt að þessi tæknimógular í Kísildalnum að þeir séu svona langt til vinstri að þeir séu ekki með sko bara bjartari sýn á komandi tíma vegna þess að við sjáum núna hvað gervigreind er að gera, við sjáum hvað bara tækni framfarir almennt er að gera ef það er með leyft að fara inn í heilbrigðiskerfið, inn í menntakerfið, víðar, það er að gera svo miklu meira fyrir minna og þeir eru að tala um sjálfbærni og hvað þýðir meira fyrir minna, það er bara það að minnka sóun og ríkið er uppfyllt af sóun, þannig að það þarf einhvern veginn að koma því áleiðis að besta umhverfisverndarstefnan er að minnka ríkið, er að minnka sóun. Og ef við skoðum, sem er kannski þá er þetta afturleiðilegt, framleiðinni fjármagns, framleiðinni vinnuafls hjá hinu opinbera, er hún miklu minni heldur en í einkarekstri. Þannig að... Það er að segja að það er bara farið einfallega að verð með peninga. Já, það er ekki hvati til þess að fara vel með peninga. Á meðan í einkakerfinu að þá fá allir budduverk. Alveg sama hver þeir eru, ef þeir sjá sóun. Já. Og sko, já, ég meina bandarísku milljarðamærikuna, það er náttúrulega bara eitthvað mjög skrítið í vatninu í Bandaríkjunum þessa dagana á alla kanta og tæknireisarnir eru orðnir að einhverju bákni sem er eiginlega innvinklað í stjórnvöld líka, demokratastjórnvöld og ritskoðar af hálfu þeirra inn á þessum stóru miðlum. Þannig ég held að sko almenningur og við munum aldrei líða þetta. Ég held að muni koma alternatív sem sprett upp sem eru frelsandi. Eitthvað eins og Musk er að gera. Þú veist, eitthvað þannig. Nei, og svo er líka bara, ef við horfum á tæknibreytingarnar, það eru nokkur svona risa tækni fyrirtæki út í heimi sem hefur verið leyft að valsa svolítið óháð leikreglum í hverju landi fyrir sig. Þarna er ég að vísa til auglýsingar sem birtast á Google og Facebook og er að rústa auglýsingamarkaðnum hér. Það er líka bara alls konar þjónust og afþreying sem er selt í gegnum þessi stóru fyrirtæki sem enginn má selja hér. Og ef við gætum okkar ekki, þá verður það þannig að fjármálaþjónusta, alls konar stafræn þjónusta, tryggingaþjónusta, hitt og þetta, hún flæður úr landi inn til þessara stærri tæknirisa.
þar sem þeir borga engar skatta, sinna ekki skildum svara hér, aldrei neinum, ekki með neitt í vinnu hér, þannig að þetta svona öfugt það sem Ross Perot var að tala The Great Sucking Sound, þar sem hann var alltaf Mexiko var einhvern veginn að ræna Bandaríkin, að þá það þessi tækni fyrirtæki þarna í Kísildalnum og sem ef ég nefni dæmi til dæmis Apple. Hvað vill Apple? Apple með helming allra síma á Íslandi. Við erum eins og Dubai eða Monaco, það bara helmingurinn á öllum með Apple síma sem dýrustu og fínustu símarnir. Og innan Apple kerfisins þá vilja þeir fara með Apple Pay og þeir vilja náttúrulega helst þú veslir gegnum iTunes og svo smá sem að vilja þeir taka yfir viðskiptasambandið við þig beint í kringum tryggingar, bankaviðskipti, þess vegna meira segja fjarskipti. Og þá fara þeir í skjóli þess að þeir eru með helming allra neytenda á Íslandi sem viðskiptavinni sína bara í hálfgert svona hópkaups útboð og segja bara þið tryggingafélög hérna alþjóðlega bjóðið í þennan massa sem við erum með. Þið sem eigið grunn innviðan á Íslandi, hvað þið til í að borga okkur eða selja okkur raforka og hvað þið til í að selja okkur hitt og þetta og þeir taka bara yfir allt lífið, allt viðskiptasambandið sem við einstaklinga hér og þetta smá sem hann að gerast og ég ekki að segja að þetta þurfi að vera slæmt, þetta bara slæmt ef að þeir fá alltaf að spila eftir öðrum leikreglum heldur en þeir sem eru íslenskir aðilar. Þannig þú og auðvitað kannski óhjákvæmilegt að menn sem voru í þinni stöðu hjá sín sjáu ástæður til ákveðins protektionisma af hálfu stjórnvalda. Bara leikreglur séu jafnar. Já, að í raun og veru að það sé búið til og skýrasta dæmið náttúrulega það að íslenskar efnisveitur þurfa eðlilega að hafa allt barnaefni á íslensku en Netflix og allir þessu svora viðbjóður á YouTube á einhverju ensku hrognamáli og það er engin viðurlög, það er ekkert lagaumhverfi og það þá bara vegna þess að stjórnvöld hafa ekki þarna beinin í nefinu til þess að segja eitthvað, eru þið hrætt þessi fyrirtæki, hvað er leverage hafa þeir? Mér finnst það vegna þess að byrjuðu hérna samveldislöndin, Kanada, Nýsjáland og Ástralía byrjuðu 20 svona það bil sem COVID var að byrja að taka á Google og sem sagt Alphabet, móðurfélagi Google og YouTube og svo Facebook og Facebook ætla að taka slægin segja við slökkum bara á Facebook í Ástralíu og Nýjasjálandi eða þeir eru með hennan derring og þeir bara, gera það prófið það, sjá hvað gerist það er bara ykkar skaði en Alphabet var betri í að bara koma og segja nú skulum við breyta hérna, við skulum taka meiri þátt og við skulum skilja eitthvað eftir okkur borga einhverjum fjölmiðlum og eitthvað akkurat, þannig að þetta að byrja og það umræða núna í Evrópu og Danmörk hefur gengið hvað harðast fram innan Evrópu með að finna í raun og veru leikreglur þar sem báðir geta spilað út frá jöfnum forsendum vegna þess að samkeppni er góð en hún má bara ekki vera ójöfn En veit og þetta er náttúrulega enn eitt mál sem þessi ríkisstjórn bara á einhvern hátt að gjörsamlega ófærum að gera. Það hefur bara mörg ár. Já, ég held einhvern veginn að fjármálaráðuneytið sæi ekki þann skattstopp sem hann myndi ekki hlaupa eftir og þarna skattstoppin í kringum, hvað þetta komið í, auglýsingar upp á 10 milljarða eða eitthvað sem var hægt að taka fyrir skatt af eða einhverja skattlagningu og hann bara látin óhreyfður og ýmislegt annað. En þetta ekki meira og minna allt bara því að fólk bókstaflega incompetent? Af því að þetta eru klámsjúkir símafíklar sem bara hafa ekki stjórn á eigin hvötum og eigin athygli og innra ástand endurspeglar alltaf ytri veruleika þannig að þú ert í einhverjum hóp þar sem allir eru klámsjúkir símafíklar og allir bara heyrðu, við viljum hafa þetta svona þetta er ekki í lagi, þau með ekki segja þetta okkur, og þau saminast í því að vera veikburða saman og þar leiðandi gerist ekki neitt og þetta er að hæstu stöðunum í samfélaginu okkar. Nei, ég trúi þessu ekki. Heldur ekki? Nei, ég trúi þetta. Hefur ekki séð Alþingi, það er allir símur. Já, það er allir símur, það er ekki að hlusta. Virðing Alþingis er ekki mikil. Nei, við erum að endurreisa það og setja á þingvelli. Já, og svo bara eins og Píratar sem eiga að vera framsýnir í tæknimálum að helsta sem þeir hafa verið að berjast fyrir þar er nethlutleysi. Það þýðir raun og veru, þú mátt ekki gera greinamun á milli þeirra upplýsingar sem er á netinu, sem er alveg skiljanlegt. En segjum svo að Rússar myndu núna skemma einhverja sæðstrengi, fjarskiptastrengi til Íslands og við erum sambandslaus við umheiminn. Þá getum við nota gerfinhattadiska sem eru nokkrir til hérna, til að senda gerfinhattaboðum að senda meiri olíu og við sendum pening á móti og einhver svona, myndi ég segja, mikilvæg skilaboð fær á milli
En út frá lögum netluleysi, þá sé ég ekki betur en að sá sem með OnlyFans síðu og selja aðgang að klámi, hann á sama rétt á þessu gagnamagni og Seðlabankinn eða... Já, en virðing Alþingis, hvernig, að því að þú talaðir goðaveldið og íslenska miðaldis, okkar gullöld, hvað Við lifum samt á okkar gullöld. Já, en ekki kannski stemningslegri eða hugmyndafræðilegri. Kannski augljóslega efnahagslegri. Þá stenst þetta líklega ekki samanburð. Það er vel mun. En svona þegar kemur að því hversu hátt fólk ber höfuðið og hversu stolt það er af sér og sínu lífi. Já, og hvernig þeim líður líka bara. Já, og hversu upplitt djarfir menn eru. Ekki að því að í gamla daga þá riðu menn til þings og þeir riðu bara af öllu landinu til þings á Þingvöllum, allir sem einhverju málu skiptu, þannig séð, og þá var ekkert, þá voru ekki með stétt atvinnustjórnmála sem er búin að fara í Versló, MR og MH og svo í HÍ í lögfræði eða viðskiptafræði eða stjórnmálafræði og svo búin að klifra sig upp þessa stiga og veit hugsar allt, í raun og veru öll stjórnmál eru eintómt PR fyrir þau en ekki svona einhvers konar samfélagsleg, mikilvæg aðkallandi verkefni. Engin forvitni, ekkert stuð, engin stemming. Þannig ég kom hringinn frá því þegar ég var ungu maður og var á móti auð magns valdi inn á Alþingi í það að auðvitað ef einhver akkur ekki Guðmundur Kristjánsson í Brim inni á þingi bara. Ég er að vona að hann fari í framboð á næstu 10 árum. Já, ég er að segja, skilur, ef þú átt 50 milljarða eða 60 milljarða, þá áttu bara að vera á þingi og þá myndir þú svara fyrir dótið þitt á þingi og svo framvegis. Þá kemur einhvern veginn, skilur, annars ertu svona sílóaður niður, sest aldrei, en þarna getur þú bara, þetta verður þing þýðir bara að menn komi saman, En svo er búið að setja, alla þingflokkana á ríkisjötuna af því að það var breytt þarna lögum þegar einhverjir sjálfstæðismenn, sérstaklega Davíð Oddsson og Kjartan Gunnarsson held ég, tengdafæðarmiðinn Björn Bjarnason líka voru svo hræddir við Jón Ásgeir og hræddir við hans ítök og að það var allt í einu sett bara, það getur eiginlega enginn styrt stjórnmálaflokk nema að gera grein fyrir því og það er hámarksfjárhæð, en þið fáið bara frá ríkinu örugg framlög sama hvernig þið standið ykkur. Það er alveg galið. Já, það vegna þess að þá rofnaði sambandið við grasrótin í flokknum. Þú þarft ekki að vera að sinna einhverjum sem er duglegur að verða fyrir næstu kosningar út að því að það hefur verið að redda húsna, hefur verið að redda símum, hefur verið að redda alls konar upplýsingaveitum og annað og auglýsingum og þú þurftir ekkert lengur á þessu fólki að halda og þá rofnaði svolítið. Þannig að stjórnmálumenn urðu bara allt í einu bestu vinir þeirra sem starfa á þinginu eða þeir sem starfa í ráðuneytunum eða starfa í kringum báknið. Þannig að báknið bara gjörsamlega sigraði leikinn. Já, og báknið er núna bara að sinna sjálfu sér og halda áfram sínu eigin sjálfstæði lífi og einhvern veginn komið úr sambandi við eins og ég segi, í eðlilegu samfélagi þá væru bara allir eitthvað í einhverju stjórnmálastarfi, bara já, auðvitað, skilju, á meðan núna er viðkvæmt að vera í stjórnmálastarfi, viðkvæmt að vera í flokki, af því að þetta er hluti af þessu skrýtna bákni, Ég meina fjölnismenn, þeir hötuðu báknið og elskuðu kónginn. Já. Þeir hötuðu þessu embættismenn. Já, en svo er bara... Kristján er kóngurinn. Já, en síðan er náttúrulega bara svo margt eins og ég las hann að lifa með öldin eftir Jóhannes Nordal núna jólin, frábær bók og þar er hann að fara yfir sjálfstæðissamningin frá 1918 og hann alltaf sonur Sigurðar Nordal sem varst að nefna hérna áðan og Sigurður var síðan sendiherra í Kaupmannahöfn og þannig að þeir fylgdust með þessu frá fyrstu hendi þeir feðgar mjög lengi en inn í samninginu frá 1918 var sagt berum orðum og það var kóngurinn í Kaupmannahöfn sem skrifaði upp á það að innan 25 ára væri haldin þjóðaratkvæðagreiðsla fullt sjálfstæði landsins og af virðingu við Dani þá fór atkvæðagreiðslan ekki fram 43 þegar þeir voru ennþá hersetnir á nasistum síðan töluðu við Dani og þeir svo já bara flott við virðum þetta og gott að þið sýnið okkur hluttekningu en síðan fórum fram ári seinna þegar var ljóst í hvað stemdi með fullnaða sigri bandamanna og okkur er hins vegar sagt Íslendingum að við höfum nota tækifærið þegar Danir voru hersetnir að nasistum og bara lýst yfir sjálfstæði eins og þetta hefði bara verið einhver húdekta sem hefði komið og við varum einhvern veginn segum að nýta okkur viðkvæma stöðu þessa ríkis
sem bara alrangt. Já. Hvernig líður þið með sjálfstæði Ísland sko, en ég tel því ógnað á ýmsum sviðum, ég tel auðvitað stærstu ógnina stafa af því að ef við glötum þjóðtungu okkar þá mun fólk ekki hafa tilfinningu fyrir því hvað það að vera sjálfstæð þjóð. Koma Kínverjarnir að grafa göng sko. Já, eða sko, þá verður þetta alltaf orðið bara eitthvað sko, þú veist, og þá, já, og ég bara guð veit hvað gerist sko. En svona þarna, á svona stjórnsýslu stigi við tölum Evrópusambandsinnleiðinguna alla og að búrókratarnir í Brussel eins og ég og Davíð Oddsson köllum þá hinni andlitslausu Mömmudýrin skára hér en í Brussel sko. Þegar þeir byrja að halda frá að senda okkur þetta færibandi hvernig lítur þú á það? Þú náttúrulega talaðir EES-samningar þarna áðan eins og hann hefði haft jákvæð áhrif Gríðarlega jákvæð áhrif en Evrópusambandið í dag er svona skuldabandalag Það eru mjög skuldsett ríki, þeir sem eru skuldlétt vilja helst koma sér þaðan eða fara ekki of nálægt og ef maður skoðar bara mismunandi lönd, gömlu stórveldin sem eru ennþá í G7, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, hvers vegna eru þau ennþá álitin stórveldi í heiminum í dag? Og ef maður skoðar aldurssamsetninguna eins og vorum að ræða áðan, bara í Frakklandi af því að það er að fjölga svo mikið móðumistrúar fólki þar, að þar er fólksfjölgun heldur sér en alls þar annars það er hún að hrynja. Og maður sér umræðan eins og Michel Houellebecq sem er einn þekktasti skaldsagnahöfundur Frakka, hann er að skrifa hérna Submission og eina aðra bók sem bara er það hvernig múslimar raun og veru taka völdin í Frakklandi og þetta eru umdeilda bækur og eitthvað en hann er bara að reyna að vekja fólk til umhugsunar á hvaða leið erum við Út í safe space hér sko, við erum Houellebecq með sko. Þú er búin að, ég ánægði með, búin að vitna í Houellebecq og Dostojevskí sko, mínir uppáhaldsmenn sko. Við förum betur í það eftir sko. Já, Houellebecq hann leyfir sér að sjá hann í framtíðina, hann leyfir sér í raun og veru að gera það sem maður gerir þegar maður horfir á kúrfuna og töl og línuriti og sér bara hvert hún leiðir, skilur að einhver leiti en fólk þolir náttúrulega ekki að horfast í augu við að hvert þróun leiðir þegar þú ert í miðri á að einhver leiti og já, þannig að The Map and the Territories þá er hann að lýsa því hvernig Frakkland er orðið bara Disneyland fyrir ríka Kínverja það er bundið í lög og þarf að vera í svona þverröndóttir í peysu með alpahúu helst með bagett undir handjaðarinnum og þá færðu laun frá ríkinu en svo eru bara ríki Kínverja sem eru þarna að borða ostana og drekka rauðavinnið og njóta þess að vera í Frakklandi sem var af því og getur Ísland ekki orðið það, skilur, það er að einhverju leiti það sem einhver gæti gert hér grár bóndi, þar út í einhverju roki einhver að leika bónda en ég heyrist landvernd í raun og veru að vera kall eftir því að Ísland verði það sem það var fyrir 1960 að það er bara það er svona andhumanist það sem þeir vilja, það er bara að klukkunni sé spólað tilbaka það sé einhver hálfgildis sjálfsþurftar búskapur hérna, það sé einhver stórar virkjanir, það sé ekki neitt og vatnið flæðir bara óhindrandi sjávar, það sem menn í Noregi kalla óbeislað svona vassafl er orkusóun vegna þess að þú getur beislað þessa orku sem er endurnýjanleg og hrein og þá fórnað og dregið úr miklu óhreinni meira mengandi orkunotkun annars staðar. En að þau vorum að tala um Evrópu, þú heldur áfram við Frakkland og Evrópusambandi, hvernig sér þið það núna? Er það það er bara núna þegar skuldirnar, það kemur að skuldadögum, Frakkland með lífeyrisskuldbindingum skuldar væntanlega yfir 250% af þjóðarframleiðslu. Svo er til einhver sáttmáli, einhver Maastricht sáttmáli sem segir að engin megi skulda meira en 67%. Þeir eru búin að brjóta þetta og Þýskaland er líka búin að brjóta þetta. Ítalía var búin að svindla og svo brjóta þetta og Grikkland og Spátn og Portugal. Og hversina ættu þá lönd eins og Holland og Danmörk og Finnland og Svíþjóð að vera þarna áfram. En svo hugdætt að Ísland gera, hvernig blasir hún við þér? Hver vill hlaupa inn í skuldabandalag? Þar sem þjóðirnar eldast og skuldirnar hækka og hækka. Og ég skil alveg fólk sem segir við þurfum að fara í Evrópusambandið til að taka upp evru, en það er bara ekki rétt. Þú getur tekið upp evru og lönd hafa gert það án þess að gangi í Evrópusambandið. Var það þinn draumur eða dollarinn, eða kanadíski dollarinn? Já, ég vil bara hafa þá mynt sem hentar okkur best og það er dollarinn.
En sko Kanadadollar hugmyndin sem ég var með, hún var svo út að því að David Dodds sem var seðlabankastjóri, að hann var mjög hrifinn af þessari hugmynd og Kanada hefur alltaf verið með skiljanlega minnumáttarkennd gagnvart stóra frænda sínum í suðri og að þeim fannst þetta svo mikið vegtylla að einhver vildi hugleiða að taka upp þeirra mynd þannig að þeir voru til í að gefa okkur peningin. Já, akkurat. En er engin kvíði í þér þegar þú talar um Evrópu, þegar við tölum heimið, þegar við tölum þetta stríðsástand og hvernig það allt saman ósköpun getur þróað? Þessar landamæradeilu. Já, landamæradeilu. Jú, hún er mjög óhugnaleg en Rússland er búið að vera á mjög slæmum stað lengi. Demografían, líffræðin er þannig að þeir eru 150 í dag, það var spáð fyrir 2060 gætur farið undir 100 milljónir. Já. Og síðan eru þau með þessa sterku aðila í kringu sig, Indland er að styrkjast, Kína er að styrkjast og góðu fréttirnar í heiminum eru þær að frá þessu efnahagshruni sem var hér á Íslandi og fjármálakrísum allan heim 2008 til 2018 þá hefur milljarður manna brotist úr örbirgð og fært sig upp í miðstétt. Það sem maður getur búist við því að hafa stöðugan aðgang að rafmagni, ísskáp, brennandi hreint vatn og svo framvegis. Menntun fyrir börnin og heilbrigðiskerfi fyrir alla og slíkt. En núna á árunum 2018 til 2028, síðan 2030, þá er því spáð að þessu 2 milljarðar manna sem færast úr örbirgð upp í miðstétt. Þannig að heimur batnandi fer. Já, en þetta er að gerast í Indlandi, Kína... Já, og í Suðaustur-Asíu er langstærsti hlutin af þessu. En svo er í Afríku svolítið og það er gleðilegt, en við erum svo föst í okkar og Evrópumenn svo gríðarlega fastir í sínu. Þú veist, þeir skulle kalla hafið hérna sunnan af sér miðjarðarhafið. Þú veist, þetta var bara miðjan á jörðinni og allt hitt sem var langt frá miðjarðarhafinu hafa bara einhverjir útnárar. Síðan gerist það þetta með betri skipasiglingum og kolum og síðan olíu og gassi. Atlantshafið verður miðja alls og Washington og Evrópa tala saman. Núna er það Kyrrahafið sem er miðja alls. Efnahagsumsviðin í framtíðinni verða í kringum Kyrrahafið. Evrópa á enga aðild að Kyrrahafinu og eru svo einhvern veginn uppteknir af gömlu fínu húsunum sínum og gömlu menningunni og þó að ég sé mjög þjóðrækin þá er hægt að ganga langt í því líka. Ég geri þetta stuttlega á mál okkar til þess að nefna að fréttir vikunar er í samstarfi við Reykjavík Photo. Það er sú verslun sem ég mæli með að leita til ef þeir eru að leita að einhverju fyrir hljóð, mynd eða ljós og vilja taka efnið ykkar upp á næsta stig og það ódýrt þar Reykjavík Photo. Ég mæli raunverulega með að skoða það og nú skoða nokkuð annað. Nýr Toyota Land Cruiser, forsal á öllum gerðum, er hafinn hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. Toyota, förum lengra. Förum við viðtal við Heiðar Guðjónsson. Þó að ég sé mjög þjóðrækin þá er hægt að ganga langt í því líka og þeir eru að því. Og festast í því. Festast í því, já. Þannig að þeir fylgja ekki með í tæknibreytingum og öðrum. Þeir síðan eru að tala um þeim sko, þegar Rússar ráðast inn í Úkraínu byrjun 2002 þá tölum við hérna í okkar vestrænum miðlum að Rússland hafi verið sem refsing gegn þessu einangrað algjörlega. En þau eru náttúrulega bara einangruð sem nemur einangrun að hálfu Vesturlanda. Já, og Carlsberg er ennþá með verksmiðjurnar sínar í gangi í Rússlandi. Selur ennþá bjór, bara danskt fyrirtæki. Já, þannig að það er nú aldeilis. Og þessar viðskiptaþvinganir frá 2014 eins og hefur náttúrulega oft verið bara nefnt þær báru ekki árangurinn að gæsalappa. Já, og við gengum miklu lengur þar. Gunnar Bragi sem var þá utanríkisráðherra ákvað bara að banna eiginlega bara allt. Og Rússar svo sem ekki fyrirgefa okkur það sem er skiljanlegt og við erum ekki að biðja um það heldur. En svo núna þá þurftum við eiginlega ekkert að bæta neinu við. Á meðan Evrópa tók rosalega létt á 2014 atvikinu og er að reyna að svindla sér fram hjá 22. Já, og hvernig heldur þetta þróist? Hvernig sér þú þetta? Mér fannst einn kenning sem ég heyrði daginn mjög áhugaverð að þessi Prókósin og þessi Wagner hópur að í raun og veru Pútin væri að búa til þessa míniuppreisn til að sjá hverju stykki á vagnin. Svo hann geti hreinsað þessa svikulu Júdasa úr sínum hóp. Og hins vegar er Rússland náttúrulega þannig að ég skil það ekki. Ég fari kannski 8 sinnum til Rússlands og ferðast hér og hvar en ég get ekki sagt að ég sé einhver sérfræðingur í Rússlandi en þetta er náttúrulega mjög alvarlegt þegar svona kjarnorku ríki sem spannar 8 tímabelti á 30% af öllu gasi heimsins
10% af allir olíu heimsins, fullt af öllum þessum jarðefnum sem við þurfum, að þetta bara allt í uppnámi. Já, verið að berjast mannréttindi og lýðræði eða bara verið að berjast hreinar auðlindir? Það verið að berjast mannréttindi og lýðræði í Úkraínu, það er ekki spurning og það er náttúrulega aðdánavert sumt í þessu. Það er bara eins og hvernig Pólverjar hafa meira og minna tekið á þessum flóttamanna vanda Úkraínu einir sínsliðis án þess að hósta eða stynja. Já. Ég heldur 4 milljónir sem búi í Pólandi og er bara búið að koma í vinnu og koma í virkni og koma börnum í skóla og annað þýðinlegt. Þegar voru 2 milljónir flóttamanna frá Sýrlandi, þá var Evrópa bara við það að fara á hliðina. Þannig eru 4 milljónir í einu landi. Þetta bara virkar. Já. Það er margt sem við þurfum að ræða heiðar, sko, við erum að tala alþjóðamálin, Bandaríkin, þú þekkir Peter Thiel. Já. Hvað er að frétta? Hvað er hann að hugsa? Er hann eitthvað að klóna? Er hann eitthvað eugenics? Er hann að setja eitthvað að chippa? Er hann að gelda eitthvað afríska stráka? Hvað er hann að gera? Hann er í gegnum mataræði og alls konar læknisstúdíur að reyna að verða eilífur. Já, 150 ára. Já, það gæti ekki, það tekst líklega ekki, en hver veit. Og þú varst eitthvað að vinna í kringum hann? Já, við séum að ég kannast aðeins við hann vegna þess að hægri hönd hann sem heitir Ajay er bara vinur minn í 20 ár og þannig að í gegnum Ajay hitti ég hennan Peter og hann er mjög áhugaverður og bara fítgur, hann er fættur held ég 70 eða eitthvað svona, ég er fættur 72 þannig að við erum að svipuðum aldri, þessi Ajay er yngri, hann er örgulega fættur bara undrabatt, kláraði Yale þegar hann var 16 ára með masterskráðu og eitthvað, þannig að hann var miklu yngri við en svona, við vorum séð með einhverja hugmyndir gjaldmiðla. Þannig að ég fór að vinna í að búa til áætlunum hvernig verður þetta búa til gjaldmiðl sem hefði með svona orkufót bæði þá prótein og svo bara olíu og gas og kol og raforku og eitthvað slíkt og þannig að ég var í því í svona ár að vinna með þessum hópi í þessu og svo hef ég fengið að koma alltaf, þeir eru með mjög flottar skrifstofur hérna í Presidio í San Francisco, það sem eins og því ég var að gefa út bókina minna 2013 þá satt ég þarna marga daga og var að tala við fólk frá SpaceX og tala við fólk frá hérna, Solar City og hinum þessu bara hvernig var þetta að búa til infrastruktúr á heimskautinu vegna þess að þetta fólk var að búa til infrastruktúr á tunglinu og Mars og Guð má vita hvar þannig að þeim fannst það sem ég var að eiga við alveg ótrúlega lítilvægt og einfalt og átti lausnir bara í handraða sko. Og Thiel hann er komin í mjög sérstaklega stöðu hann er náttúrulega að styrkja mjög mikið af prófum og styrkja mennin á þing og hann kom held ég einum inn á þing J.D. Vance en mistókst að koma Blake Masterson og er svona rosalega serious að sé eitthvað mikið að í Bandaríkjunum. Já, og það sem er líka það sem honum finnst að stjórnmál eru bara komin úr svo miklu sambandi við almenning, hvort sem er í Washington eða í Kaliforníu. Demokratar stjórna Kaliforníu núna langt skeið og stjórna stærstu borgunum líka eins og San Francisco, það kom nú ágætis bók út borgina sem heitir San Francisco og bara hvernig hún er sjúk alveg í gegn. Varst þú ekki þar Beggi? Ég fór í Tenderloin sko. Ég fór að checka á því bara núna í sísta mánuði sko. Þetta var gett á safari í brennvörðum bíl? Við vorum í Brinks Truck sko, við vorum að keyra sko og þetta var bara ef þú varst ekki með álpapírinn og sprautuna úti þá varst þú skrítinn sko og það var bara svona 300 manns allt gjörsamlega tróðfullt bara einhentur maður með hníf hlaupandum og síðan eina sem við sáum við vorum búin að keyra í gegnum þetta allt sko þá sáum við svona risastóran fána það stóð svona in Tenderloin sem að hverja heitir in Tenderloin we accept each other's differences. Já, einmitt, svo er eitthvað svona sturgluð woke hugmyndafræði það sem að hérna eru allir vinir allir bara óvinir Já, einmitt Tvíburabróðir minn hefur búið hérna kringum San Francisco bara síðan 96 meira og minna Hann hefur séð þetta gerast. Já, og maður hefur bara heimsóknu til hans, séð bara hvernig hnignunin hefur orðið, en síðan bara sérstaklega, ég var þarna síðast 2019, bara rétt fyrir COVID,
þá var þetta orðið áberandi ver heldur en ég hefði verið þarna 5 árum fyrir en svo núna þetta bara orðið tóm vitleysa. Það er ekki að við vorum að gista í Palo Alto að heimsækja vinafólk okkar þar sko, og fórum bara og við komum ekki eftir sko. Við bara sáum þetta að það var bara það var rosalegt sko. Þarna ertu komið með svona pólisíur og þú veist, jú, fólk getur deilt á pólisíu stíginu eitthvað, heyrðu þetta er ekki góð ákvörðun eitthvað, við þurfum að gera aðeins betur fyrir borgarann, þú veist, þarna ertu komið bara í anarkí, þú veist, þarna ertu bara búin að missa stjórn á ástandinu og hvað er þá, hvernig þá hægt að vinna allir baka, Guð veit. Þessum eru margir Bandaríkjamenn og þessum eru allir þessi kryptogaurar að tala að resetta og exita og hætta í Bandaríkjunum og leysa þau upp. Og þeir eru að flytja bara í burtu, bæði innan Bandaríkjanna og svo bara út fyrir landi. Já, til Texas og Dubai og svo, þú veist, þetta er svona og það eru þingmenn í Bandaríkjunum að tala fyrir því að skipta því upp, sko. Menn eru bara get rich, get powerful, set yourself up for the long haul. Set yourself up og eiga ammo og bækur. Svo þurfum við að hafa aðgang að próteini og orku og það er eins og Peter Thiel keypti hérna risaland í Nýja-Sjálandi hérna fyrir 2008 hrunið ef allt færi á versta veg þá geta hann bara einhvern veginn hola sig niður þar. Já. Ert þú með getaway? Nei, ég er ekki með neitt slíkt. Ég á samt byssur. Já, þú átt byssur. Þú ert tilbúin í styrjöld. Ég tek á móti, ég hleyp ekki í burtu. Já, það er náttúrulega víkingahugmyndafræðin. Ég var að horfa á The Northman daginn, mynd sem Sjón tók þátt í að skrifa og bara víkinga á Íslandi, áhugaverð fín mynd, alltaf leið mynd, fín mynd. Góð mynd. Valdefnandi fyrir unga íslenska karlmenn að finna fyrir þessu. Það er allt spurning heiðurinn, sko, og þú veist, og að menn deyja upplitsstjarfi, sko. Við erum alltaf mjög hræddir nú, við erum svo hrædd og vernduð í okkar samfélagi. Það er mikið þrælasauðferði, sko, og þú mátt ekki segja að einhver sé sterkur, hann er samt alveg fít, sko, og þú mátt ekki segja að einhver sé ríkur, hann er samt góður, sko. Það er bara, andhetjan er orðin hetjan. Já, ég veit. Hvernig finnst þér einn spurning, Heiðar, sko, að því þú hefur unnið inn í kaupallar umhverfi og sem forstjóri kaupallar fyrirtækis, þó hafa verið kannski lang umsvifamesti einkafjárfestirinn í því tiltekna félagi, þannig að einhverju leyti þá varstu með nafnið þitt á hurðinni og forstjóri og eigandi og svo framvegis, en enga síður þá eru lífeyrissjóðirnir stórir inn sín og ég velti stundum fyrir mér, sko, að því að við erum í íslenskri fyrirtækjamenningu er talsverð svona félagsleg hugmyndafræði og alls konar svona áherslur sem eru utan strangra viðskipta hagsmuna félagana, þar að segja svona bara það sem að maðurinn á götunni myndi kalla woke-væðing fyrirtækja og óljóst hvernig það yfirbragð allt hefur að gera með rekstur fyrirtækisins, hvort hann sé ekki jafnvel skaðlegur. Hvernig ef maður reynir að fara í sko ræturnar á þessari atburðarás, af hverju taka aktivistar stjórn á fyrirtækjum og hvað stjórn, og er það pressa frá lífeyrissjóðum, hafi það lífeyrissjóður gaman af því, eða er það mentað fólk sem fer í háskólana og svo byrjar að vinna og tekur stjórn á fyrirtækinu, eignarhaldið of óljóst, hver er þín upplifun af þessu? Hvernig sér þú svona þessa þróun? Já, kem ég eftir að því að mér finnst við vera að upplifa bara sömu tíma og fyrir 50 árum síðan að Friedman skrifaði grein, minna að vera í Newsweek hvernig þessar nýju tískubylgjur sem var að koma inn í stjórnir þá að fyrirtæki ættu ekki að bara einbeita sér að því að skapa verðmæti, heldur líka skapa samfélag og skapa jafnrétti og skapa félagslega svona einhvern veginn heild og hann sagði, það eru stjórnvöld sem í hverju landi sem er að gera þetta, við höfum ekki að vera með alls konar fyrirtæki hér og hvar sem er að skipta sér að þessu og ef maður horfir, mér finnst þetta alveg rétt hjá honum, vegna þess að maður horfir síðan til þess vald sem til að mynda Apple eða Meta eða einhverjur alfabeti með, hver kaus þessa menn? Hvernig er hægt að kjósa þá í burtu ef að þeir bara ákveða samfélagi að vera svona eða hinsegin. Þess vegna er lýðræði gríðarlega mikilvægt en pólitík á heiminn á þingi, hún á ekki heim í stjórnum og fólk sem vil rugla þessu saman, það finnst mér vera að búa til svona eitraðan koktel vegna þess að stjórnmál og viðskipti blandast mjög illa saman, það verður alltaf einhver meiriháttar spilling til út úr því. Þannig að ég segi svona vókismi, fyrir að fyrst er ég bara á móti vókismi, ég er með umræðu en ég er á móti þessum ofsafengnum aðgerðum, en þetta á ekki heima
í fyrirtækjum. Það einn bandarísku frumkvöðl sem einmitt í framboði núna þykist ætlar að gefa kost á sér fyrir repúblikana í forsetakosningunum. Já, þessi indverski... Já, Vogue Inc. bókina. Það sem hann að lýsa því bara að þegar hann var að reka svona lyfjafyrirtæki í kringu líftækni að hans starfsfólk heimtaði að hann myndi komið yfirlýsingu út af Black Lives Matter. Já. Og hann bara, hvers vegna ætti ég að gera það? Ég ekki sérfræðingur, ég indverskur, ég veit hvernig að vera litaður en ekki kannski svona litaður eins og allir að tala og hvað á ég að segja? Já. Og það var bara uppreisn innan fyrirtækisins vegna þess að hann ætlaði ekki að láta fyrirtækið stökkva á vagnin í þessari ofsafengnu reið sem var í gangi. Já. Og þá fór hann að spyrja sig, og hann endaði að segja af sér þó hann var í stærsti hlutafinn og sagði bara frekar en allir labba hérna út og ætla ég labba út og kannski ég rangstæður og eitthvað og hann tekur svona líka svona alls konar mál hvernig bankarnir sérstaklega vestanhafs hafa verið að slá sig til riddara út frá svona vókmálum. Já. Og eitt frægasta dæmið finnst mér sem að nefnir í bókinni State Street sem risastórt eignastýringafyrirtæki þar sem svona kynferðisleg áreitni var bara landlæg og það voru bara alls konar dómsmál í uppsiglingu. Það ákváðu þeir að rugla umræðuna með því að búa til The Brave Girl sem stytta af lítilli stúlku sem sett fyrir framan nautið á Wall Street. Já. Og það þessi frægi bóli sem stendur hérna og margir taka myndir á og svo var allt í einu Brave Girl komin hérna og State Street með þess að kórana þetta með að fara að stað með einhvern svona sjóð sem hét held ég Brave Girl sem átti bara að búa til eitthvað en það sem þeir voru að gera var bara að reyna að fá athyglina frá því að þeir voru búin að vera með ógeðslegan vinnustöðakúltúr og með allt niður þessu í þessum málum. En einhvern veginn fjölmiðlamenn fjallu bara fyrir þessu og þetta var svo rómantískt, þetta var svo skemmtilegt þessi Brave Girl, hver setti þetta upp? Já, en er þetta ekki líka bara stórfyrirtæki að reyna að láta áferðina passa við áherslur ríkjandi stjórnvalda til þess að kaupa sér gott veður? Jú, en þetta er svo hættulegt að blanda þessu. Saman í liði? Já, en það er betra að eins og verkaskipting hefur búið til velmögun Vesturlanda og heimsins. Já. Að við séum ekki öll að vasinast bara í einhverju sjálfstyrtabúskap heldur í verkaskiptingu, það sem er sérþekking og annað þýðinlegt að þessi pólitíska umræða á ekki að vera í leikskólum, hún á ekki að vera í háskólum, hún á ekki að vera inn í fyrirtækjum, hún á bara að vera í þingi og sveitastjórn. Já, en er það ekki draumsýn? Er hún ekki alltaf að fara að vera þar? Já, miskosti, ef maður hefur þetta sem útgangspunkt, þá eru minni líkur á hún komist alla leið. Akkurat. En ég held þetta bara gangi aldrei almennilega upp af því það vantar vonina í þetta, sko. Af því að þú veist, nasismi og kommunismi, skilur svona massa intellectual, spiritual últra hreyfingar sem að þú færð frelsi frá sársaukaneginu, þú serð bara eitthvað svona djúpa lausn og þú saminast milljónum annara bara við erum að fucking gera þetta shit, skilur. Af því að það er einhver von og það er verið að selja fallega draum í nasismanum og kommunismanum en málið í þessu, þá er verið að selja þær að vera veikburða, basically. Já, hver er draumurinn? Það þarf einmitt að... Hvað er verið að selja, skilur? Hvað er enda? Og ég held að enginn vilji raunverulega fyrir sig persónulega inn í sínum líkama og sínum heila vera veikburða. Og eina leiðin til að laga þetta er að gera fólk einhvern veginn sjálfstætt. Er að gefa fólki eitthvað sjálfstraust og berja það ekki stanslaust niður. En alls ekki heldur aumingjavæða sem ég finnst svona vókismi vera svolítið að gera með því að segja þú ert í þessum hóp og þessum ertu svona og þessir í þessum hóp og þessum er hann svona. Þú veist, einstaklingurinn er til. Við erum einstaklingar. Þið eru bræður mjög ólíkir, ég og tvíburum minn eins og dagur og nótt. Við erum aldrei upp við nákvæmlega sömu aðstæður, einsklæddir og sama stað alltaf með meira og minna sama fólki alltaf og við erum ótrúlega ólíkir. Þannig að einstaklingurinn er til en þessi vókismi, hann lætur eins og einstaklingurinn sé ekki til. Þú fættist inn í forréttindi eða fættist inn í örbirð og fættist inn í menntun eða án menntunar og allt sem þú gerir hefur engin áhrif. Og sko, fyrir þig og það er fólk að hlusta þetta, fyrir þig sem hefur nú komið áriðinu fyrir borð, hverju beinir til ungsfólks? Hvað á það að gera? Á það að elta drauma sína eða á það að huga vel að því að tryggja sig fjárhagslega eða á það að vera í eigin rekstri eða á það að vera að vinna fyrir einhvern? Það er náttúrulega rosalega gefandi auðvitað fólk mismunandi. Það eru sumir sem elska bókhald.
það aðrir sem elska markaðsmál, það einhverjir sem elska ljóðlist og svo framvegis og það sama ekki við alla, en svona almennt að þú voru náttúrulega að taka ábyrgð á eigin gjörðum, þú voru að taka ábyrgð á eigin fjármálum og svo verður bara að taka ábyrgð á eigin lífi og þá mismunandi hvað fólk til í að hætta miklu til að láta drauma sína rætast. Sumir bara sáttir að eiga íbúð og bíl og örugga vinnu og það bara, þeir biðja ekki meira. Svo aðrir sem ókyrrir nema að þeir einhvern veginn verði bestir á sínu sviði eða stæstir eða sterkastir eða ríkastir eða eitthvað slíkt og þá náttúrulega fyrir slíkt fólk miklu betra að láta á það reyna. Já. Hver heldur þessi verstu mistök sem fólk gerir í persónulegum fjármálum? Það að skulda. Já. Það bara blása út sitt í bákn. Já, vegna þess að taka lán, þetta tvenns konar lán. Þetta lán til fjárfestinga eins og bara fjárfesti í einhverjum nýjum rekstri eða eitthvað slíkt. Það líka til lán til fasteignakaupa og fasteign ekki fjárfesting, hún svona meira neysla ef þú býr í 200 fermetra íbúð og þá getur alveg gefið sjálfum þér að 140 fermetrar af því bara bruðl og neysla. Þú kæmist alveg af með 60 og haldaði fram til fjárfesting, það bara ekki rétt. En síðan þetta það sem ekki fjárfestinga til leitum til að þú ert að neita þessa... Já, þú getur ekki án þess verið. Nei, einmitt. En síðan versta form lána náttúrulega bara neyslulán. Að fólk sé að taka lán til þess að kaupa sér bíl eða kaupa út af því að bíl, hann fellir í verði 40% fyrsta árið sem þú kaupir hann. Þannig að þetta svo sannlega ekki fjárfesting, bara dýr neysla, alls konar neyslulán, bara taka lán til þess að fara í einhverja ferðir til útlanda. Þú ert aldrei frjáls ef þú skuldar mikið. Og hversu mikilvægt að uppgreita ekki lífstílinn sinn? Ég hef svolítið tekið til því að menn keyra sig í skuldir og þrótt með samanburði af því að núna eru við hérna að koma með þetta barn og þau gera þetta og þurfum við að gera þetta og ég gera þetta, þá þurfum við finn fyrir þessu sjálfum mér þú blæst út báknið þitt, þið langar í stærri íbúð, þið langar í aðeins stæðlegri bíl og samfélagsmiðlar kynda svoleiðis undir þetta en sem sagt, ég bara hugsaði með mér ég sem sagt var að spá ég að fara á eftirlaun, ég var 33 ára og hélt ég geti bara að lifa á þeim pening sem ég átti þá sem ég hefði alveg geta gert en það ákvæði bara að ég ætlaði að festa minn lífstíl eins og ég lifði þá og ekkert að vera að breyta honum neitt mikið og búin að gera það í 20 ár og svo getur vel verið að ég bara ákvæði að þetta sé ránt en Þannig að þú ert ennþá í þeim fasta lífstíl. Já, en þá veit ég líka bara Nei, ég get farið í fín frí með krökkunum en við ferðast ekki á business class og ég ferðast ekki á business class og ég á bara þannig einhverja bíla og eitt hús og ég á ekkert hús í útlöndum og eitthvað svona þannig að þetta nú bara til þess að gera mjög eðlilegt allt saman. Og hvað efst? Er það frelsi? Hjá mér, það að vera ekki öðrum háður, já. Hvernig var að vera forstjóri? Var það ekki smá mikið á tölvupóstum eða? Jú, og mikið áreiti og svona, en eins og ég sagði það varst að reyna að byggja upp veldi sem var fjarskipta veldið? Ég var bara að reyna að í raun og veru láta fyrirtækið rétt úr kútnum. Já. Og það hefur búið að gefa upp svona markaðshlutdeild símamegin og endalusar áskoranir fjölmiðlamegin og bara komum svo aftur á réttan kjöl. Sem kannski, tókst það ekki? Jú, það tókst bara ágætlega þrátt fyrir að við gerum þetta í heimsfaraldri og slíku og það er náttúrulega bara starfsmannakúltúr eitthvað sem rosalega vanmetið og ég til að mynda á erfitt með að ímynda mér að sé gefin mikill gaumur hjá opinberum stofnunum en hjá einkafyrirtækjum þá skiptir þetta öllu máli. Eina leiðin til að laða að sér fólk og viðhalda því fólki með því að vera með framúrskarandi starfsmannakúltúr og þetta ekki eitthvað sem bara hægt að koma með og innleiða. Þú verður að vinna svolítið með hvaða einingar eru til staðar, hvaða byggingar, kuppar eru til staðar svo þú byggir von á. Varst þú aldrei að hugsa að selja þessa fjölmiðla frá ykkur eða voru þið allir? Nei, við vorum ekkert að hugsa það. Nú verðast það rétt að gera það. Já, maður heyrir endalaus að kjaftasögur, maður hefur ekkert staðfest í því. Já, þannig að þú talar sjálfstæðið, það er aðalmáli bara að geta ráðið sjálfur. Já, mér finnst það. Það minnst ég er þannig gerður. Svo tvíburabróður minn, hann getur vel verið að hann hafi alltaf að skoðun á hvað sem mikilvægast. Það tala með það börnin fæðist, þá eru þau ekki þarna óskrifa blað heldur ólesin bók. Þannig að þá er það bara spurningum að fletta lögunum af leiknum, sko. Og íslenskt atvinnulíf, sko,
þú vannst í Nóatóró sín tíma með Björgólfi eða ekki? Jú. Og það voru þessi árin fyrir hrun og svona. Hvernig finnst þér þetta allt saman hafa komið út og hver eru svona, finnst þér mikið af skemmtilegum tækifærum í þessu eða er þetta hálf dautt? Og var gaman hjá ykkur eða? Voru það reitja eða? Já, ég hef komið á snekkjur og einkaþotur og alls konar þyrlur og hitt og þetta. 50 cent og kókaín og kampaín? Ekkert kókaín, sko, það var ekkert svoleiðis. Nóa kampaíni og hitt einu sinni 50 cent, já. En það var mjög magnað vegna þess að hann var bara með helminginn af útgáfuréttinum af þessu lagi sem hann var að spila. Hann spilaði bara hálft lagið og svo hætti hann. Þetta var mjög business. Já, business og hann er svo sem sniðugur en eins og við komum inn á áðan, bara þroskinn er meiri sko í kerfinu og allstaðar í kringum þetta, þannig að fagmennskan er meiri. Auðvitað það var áhugavert, það er fyrirtæki sem heitir Kroll og svo er fyrirtæki sem heitir Pinkerton. Þessi tvö fyrirtæki eru stærstu svona, getur maður sagt, leyni eða einkaspæjara fyrirtæki í heimi. Gera svona bakgrunnskannanir á fólki og fyrirtækjum og eru bara með fyrirverandi hermenn og leyniþjónustumenn á sínu snærum sem eru bara að grafast fyrir allt og ræður á til þess að þetta Pinkerton fyrirtæki, það er búið að vera til síðan í Villta Vestrinu og þá náðu þeir einmitt einhverjum frægum bankareikninga sem heit Willie Sutton og þeir spurðu Willie Sutton, hvers vegna rændir þú aldrei Pony Express eða Postin, þú rændir bara banka og hann segi, that's where the money is og svo leggja þeir út frá þessu að hvers vegna eru margir fjárglæfra menn að vinna í bönkum. That's where the money is og það er alveg eins og þú fari ekki í barnanýðinga, þeir fari ekki að sækja vinnu á einhverju öldrunarheimilum fjárglæfra menn, þeir sækja út í það that's where the money is og þeir sem eru valdasjúkir sækja þeir ekki helst í það að vera í fjölmiðlabransanum eða stjórnmálum og svo lengi sem þú veist af þessum veikleikum sem fylgir oft því mannvali sem kemur þá þarftu bara að vinna í kringum það. Og bankarnir núna, við erum hérna í einhverju nokkra bankakerfi, mikið af skellum hjá Íslandsbanka að undanförnu, gengur ekkert að selja þann banka. Við erum lokuð inn í vaxtakerfið þar sem við erum að greiða ofurvexti af lánunum ríki stjórnar verðinu á þessari mikilvægustu vöru hagkerfisins sem er peningur. Hvernig finnst þér við læst inni í þessu kerfi ennþá eða finnst þetta opið og gott hagkerfi? Mér finnst að höftin vera að aukast og það er búið að vera bara takturinn síðan 94 því miður og horfir ekkert mikið til betri vegar það væri svo auðvelt að gera svona einfaldar breytingar sem myndu bara leysa úr laðingi orku og kraft og bjartsýni. Við þurfum bjartsýni. Já, og bara eins og ég vitna aftur í Reagan að hann sagði við megum ekki setja lög eða reglugerð nema 2 lög eða 2 reglugerðir séu teknar úr sambandi. Annars bara stækkar þetta og stækkar og hann innleiddi þá reglu að svona var þetta gert þessi 8 ár sem hann var og það stórsá á mun með að kerfið varð að minnkaði sóun, jók afköxt og bætti þann með lífskjör. Og trickle down economics, trúir það? Ég trúi á að ef að nágræðin er ríkur þá eru meiri líkur að þú verið ríkur. Ég er ekki eins og Góri Vídal sem sagði ef að vini mínu gengur vel þá deyr eitthvað innra með mér. Ef þú ert í vinahóp þar sem öllum gengur vel þá samgælaðist maður og þá eru meiri líkur á því að þér sjálfum eða manni sjálfum gangi vel vegna þess að þú ert í þannig hóp, þú ert í hópa sem öllum gengur ógeðslega illa, þá eru meiri líkur að þú einhvern veginn brotni niður. Og íslenskir auðmenn, ég meina, eru þið samheldnir? Þekkir alla kallana sem er pening, skilur þið? Já, við heilsumst allir með sérstökum hættum. Þið hittist allir í herbergjum og brottið? Nei, þetta er bara mínir vinir eru bara vinir úr verslunarskólanum og einhverjir af vinnustöðum en úr háskólanum sko. Sá vinahópur er ekkert breyst áratugi. Þannig að ég veist, síðan hérna fyrir hrunamiskosti þá er ég meira inn í þessu að þá skiptist þetta upp í svona hópa
í kringum Kaupþing var einhvern hópur, í kringum Íslandsbanka var einhvern hópur. Blokkaskipti. Og það er svona mjög tríbal og svona ættbálkalegt vegna þess að Ísland var náttúrulega þannig í gamla daga og við sáum hana kolkrabbann og smokkfiskinn eða sem sagt framsóknarveldið og svo Eimskip og tengd félög. Að mér leiði svoleiðis sem að sé einhverju ákveðnu liði. Ég var eins og að bjóða mig fram í að vera í stjórn samtaka iðnaðarins og þá talaði við eitthvað fólk hvort það myndi kjósa mig og það voru 2 af þessum 5 sem ég talaði við vitum ekkert í hvaða liði þú ert. Ég segi, ég bara með dómgreind og ég með ákveðin prinsip og svona, ég að bjóða mig fram út frá því en ekki að ganga erinda einhverja hagsmunasamtaka. Og núna árið 2003, þetta ennþá svona fylkingar eða? Þú veist, ertu tím Björgólfur Dór eða tím Róbert Westman, þú veist? Já, ég er svo sannarlega ekki tím Róbert Westman, það er alveg páþétt. Og Björki er vinur minn og hann er fínn gaur og mjög fær, en ég hef stundu kallað mig fyrstu fjármálamelluna því að ég vil að unnið hjá öllum bönkum, þess að Fjárvangi og Vís og í kringum Landsbankan, í kringum Íslandsbanka og svo stofnaði ég Kaupþing New York á sínum tíma, þannig að ég held að það sé hægt að vinna með öllum. Og ef þú fengir einræði yfir öllum auðmönnum landsins, fengir bara, herra, núna ræði ég. Ég myndi segja mér. Ég vil ekki vera einræður. Ok, en ef þú fengir að hafa mikil áhrif á, hvað myndir vilja að þeir myndu gera? Hvernig á fólk með mikið pening að gera þetta skemmtilegt, hafa þetta smá sexy, hafa þetta partí, hafa stuð, hafa fjör, búa til smá stemmingu, þjóðarins ofsa, við þurfum hann. Það er náttúrulega bara að fjárfesta á Íslandi í einhverjum spennandi atvinnugreinum sem framleiða góð og vel launuð störf til framtíðar. Já, þannig að þú ert ekki ferðaþjónustu meira í lífinu þar, þú trúir að það sé búið að fyllast? Já, það er þessi ferðaþjónusta fyrir sérstaklega efnaða aðila sem er bara ágætis viðbót hérna, en þessi massa túrismi á ekkert heima hérna. Þannig að mér finnst það ekki sniðut síðan fjármagni það. Hátækni eða nýsköpun eða hvers konar nýsköpun sem er. Já, ég er mjög hrifinn á oljuleit. Það er frábærlega velaunuð störf sem fylgir í kjölfarið og svo eru tekjur ríkisins að því þegar við vorum. Það lítur vel út fyrir norðmenn. Já, ég meina, ég tel að þessu 10 milljarðar tunna. Þannig að þess að við vorum að leita Eikon félagið mitt með Sinok frá Kína og Petoro frá ríkisoljufélaginu norska að 10 milljarðar tunna, það er 5 sinnum cirka stærra heldur en stærsta lind sem hefur fundist fyrir utan Noreg og 10 milljarðar tunna oljuverðir segjum $75, þetta eru 750 milljarðar dollara og ríkið tekur helmingin af því. Þannig að ríkið hefði bara geta fengið sér nýtt lífeyriskerfi á 3 ára fresti. Við hefum geta haldið hérna Eurovision og Evrópukeppnin í fótbolta og byggt 10 nýja velli. Og fjárfest í tækni og nýsköpun og nýjum fyrirtækjum. Og við hefum geta í raun og veru gefið alveg gríðalegt fjármagn í þróunaraðstoð sem myndi nýtast á því fólki sem er á svæðinu en ekki bara þeim sem þykjast vera aðstoða. En eins og að fjármagna list, eins og Kanye sagði, who's gonna step up and be mine with DJ Family. Já, en ég meina að séu hvað samfélagsmiðlar hafa gert fyrir það, sko. Hvað fólk getur komið sér núna og bara þessi tæknibreyting, hvernig getur komið sinni list á framfæri án þess að þurfa að kissa rassinn á einhverjum plötuútgefanda eða einhverju álíka. En ég hef svo sem sett fjármagn í bíómyndir og einhverja listsköpun, heimildamindir og einhverja svona listsýningar og eitthvað en það er allt gert bara út frá mínum persónulegu hagsmunum, það sem mér finnst skemmtilegt. Það sem þú myndi vilja sjá? Ég vilja sjá og ég vil að sé framleitt. Og þú ert ekki að hugsa að ég set 5 milljónir hætti að fá 10 milljónir tilbaka? Nei. Það er kannski ekki íslenskur afturrengarðina, það er kannski ekki svo arðbær. Nei, því miður. Sérstaklega með RÚV á markanum? Já, og bara smæð tungumálsins. Þetta þýðist mjög illa. Já. Er eitthvað sem við hefum eftir að fara yfir? Erum við ekki búin að dekka þetta heldur vel? Jú, við erum búin að dekka þetta nokkuð veginn, sko. Heiðar, þú ert bjartsýnn fyrir framtíðinu og þú vilt kallar eftir aukinni bjartsýni og alþingi á þingvelli aftur. Já, það er svo leiðilegt að vera svartsýnn. En svo líka bara sagan kennir okkur. Að þú ert með bjartsýnin á vopni þá lifir þú góðu lífi og við erum sannarlega á stað eins og ég var að segja á þann þar sem bara heimsbyggðin er alltaf að lifa betra og betra lífi og við höfum ekki láta samfélagsmiðla segja okkur eitthvað annað. Já,
Við sáttum ekki. Já, við erum held ég bara allir á sömum blaðsíðuna. Allir á sömum blaðsíðu, hægra megin í lífinu þessi dagana. Já, sko, þú veist, ekki endilega, ég þyrfti að leiðbeina þetta, ég myndi segja kannski svona, ég myndi segja frekar en að vera hægrimaður, sko, að vera Nietzschean búddisti, sko. Já, Nietzschean búddisti, það er líka ein leið til að lýsa þessu. Ef þú vilt hafa það þannig, sko. Já, og bara þarna, en við erum ekki sjálfstæðir. En það er þessi uppgjöf svolítið sem í búddismannum, sem bara, þetta bara svona, ég get ekki gert neitt í þessu, ég ætla bara að láta þetta yfir mig ganga. Það getur verið hann, en sem getur líka verið bara mjög karlmannlegt að sitja og hugleiða og takast á við raunveruleikann. Ég skil það, sko. En þessu forfeður okkar höfðu, það var bara einhvern veginn, ég sætti mikið við þetta. Ég ætla að breyta þessu og ég ætla að breyta þessu sjálfur. Og ef enginn er að fara að breyta þessu, þá þarf ég að gera það. Já, því búddismin snýst sko að uppræta þrána, sko. Þú vilt ekki neitt, sko. Og þegar þú vilt ekki neitt, það getur alveg gert þig latan, en það mun gera þig sáttan. Það mun taka burt af því að eina sem að býti sásökan er ótti eða þrá og það tekur það burt, sko. Já, tekur ekki gleðin þá líka í burtu? Nei, málega, síðan fer það leikar. Síðan fer það reitja, sko. Síðan fer það að taka trillingin, þegar þú ert laus við þetta og þá gerur það án þess að gera það í ótta og án þess að gera það af einhvers konar aumingjaskap, sko. Þá gerir þetta allt í svolítið svona heiðarlegu og hreinu formi, sko. Ég held ekki að margir séu í lífsgæði kapphlaupinu að hugsa, ok, ef við bara kemst hingað, þá stærsta sjónkvæðing mannkynssögu. Ef við bara, þú veist, þegar ég fæ þetta, það er sem að búti sem drepur í þessu. Zuckerberg er örugglega að hugsa ennþá, heyrðu, ég þarf bara að komast hingað og þá get ég verið rólegur. En hann er með, og Peter Thiel segir frá því í bókinni sinni From Zero to One, og að þegar Zuckerberg fekk tilboð upp á annarkvæmt $1 eða $10 milliardar hérna í fyrirtækið fyrst og þeir sem hefur sett þarna inn í heildina, sko, var það $500,000 heildarfjármagni sem fór inn þessu bara eigum ekki að selja þetta og Zuckerberg sagði, já þessi fundi var á mánudag og hann sagði, mánudagur alveg góð dagur og hver annar ætla að hafna $1 milliard tilboði og ég ætla að hafna því og þeir sem byrju, þá getur tekið alla þessa peninga, já, en ég á svo margt ógert, ég ætla að ná þessu fyrirtæki langt upp fyrir $100 milliardar og þetta komst upp í trilljón hana daginn og það er þetta, það er til fólk sem hefur bara einhverju svona sín og ég vissum að Zuckerberg hafi engan áhuga á því hvað flugvél eða hvað bílan sitt í eða nánast hvað matan borði. Hann er bara með þessa sín. Já, hann er með þessa sín og hann ætlar ekki að láta neitt stoppa sig í að reyna að ná þessu. Já, og Zuckerberg hefur sko þrátt, saman hvað hver segir sko, þeir náttúrulega, ég öfunda hann ekki, það er örugglega margir aðeinslega sem þrýsta á hann á hverjum degi. I would hate to be that guy, sko. I would hate to be that guy, sko, en hann hefur tekið ófá högg í andlitið og haldið áfram, sko. Þú veist, það er ýmislegt búið að koma upp og árásir á Facebook og annað, sko, sem þeir hafa þolað, sko. Þó þetta sé hræðilegt fyrirtæki og sé örugglega nettó vont, sko, en hvað Já, Nei, ég er bara sammálaður, lesi nokkra bækur þetta og þetta er mjög áhugavert hvernig það breytist. Þeir eru að fara eftir, það eru nýjasta fréttir, þeir eru að fara eftir Musk, þeir eru með Threads, Instagram Threads, þeir eru núna komið sér eitt Twitter. Já, Instagram. Já, þeir voru að launcha því núna í Bandaríkjunum. Æslegt. Og já, það mun örugglega líka hafa jákvæð áhrif á samfélagið, eins og allt þetta. Já, Heyrðu Heiðar, takk fyrir að koma. Gaman að koma til ykkar. Dríðið aftur út í sólina og svo þurfum við að fá þig hérna aftur eitthvað með gott tækifæri. Já, takk hjá þér. Guð blessi ykkur, kæru hlustendur.